velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi mitt sumar. Það margt í boði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum, þá held ég áfram spjalli mínu Kína og stöðu Kína í heiminum og kínverskt samfélag við hann Ragnar Baldursson sem samanburðar stjórnmálafræðingur, nýdoktor, hann tók doktorspróf í Kína, síðastliðinn vetur. Hann búinn að búa í Kína í 25 ára á síðustu 50 og þekkir þar vel til, vel inn í kínverskri menningu og það ákaflega fróðlegt eins og því sem að sáu fyrir hlutan af spjallinu okkar í gær, ákaflega fróðlegt og áhugavert að tala við hann Kína en líka heiminn kannski frá sjónarhóli í Kína. Björn Þorláks, hann fær gest hér á eftir til þess að ræða unglingadrykkju. Það Harpa Henrysdóttir sem kennari. Það svona, má merkja það að tala okkar áfengi og vímuefni og fleira séu orðin svona helst það að það sé ekki nógu gott aðgengi að þessu. Við þurfum að hafa áfengi sem víðast á fótboltaleikjum og hvar sem og það kannski horfin umræða sem var hér kannski fyrir 20-30 árum að við ættum kannski að draga úr aðgengi unglinga að áfengi. Það líka merkjum það að neysla unglinga að aukast töluvert mikið og það það sem að þau ætla að ræða saman Björn Þorláks og Harpa Henrysdóttir. Áður en að Harpa kemur hingað að þá ætlar Björn að tala við Breka Karlsson sem formaður Neytendasamtakanna. Við vorum hérna með í síðastliðinn vetur stundum með svona neytendahorn eða neytendafréttir og þeir ætla einmitt að renna sér í gegnum helstu fréttirnar af neytendamálum. En áður en að því kemur að þá hérna fastur liður sem við byrjum að þróa hér í síðastliðinn vetur við Rauða borðið. Það Sigurjón Magnús fær til sín fólk og spjallar, hann kallar þetta reynslubolta og núna kemur mjög gott fólk til hans og ætla bara að fara yfir fréttir vikunnar og svona stöðuna í samfélaginu. Það Una Margrét Jónsdóttir sem að margir muna eftir útvarpinu, Hörður Torfason og Kristín Ásgeirsdóttir sem var meðal annars þingkona kvennalistans og sagnfræðingur. Þau ætla að fara svona yfir sviðið, horfa á fréttir dagsins og meta stöðuna á samfélaginu, State of the Union eins og sagt Þetta prógramið okkur í kvöld en áður en að við skellum okkur í það að hlusta á Sigurjón tala við reynsluboltana að þá ætla ég að minna á að það eru þið áhorfendagóðir sem hafa byggt upp samstöðuna bæði með því að bara tala hana og beina fólki að efni hennar, benda á að það má finna okkur á YouTube og Facebook og öllum hlaðvarpssveitum og útvarpinu og sjónvarpinu eins og ég hef margsinnis farið yfir en fyrst og fremst þá það áhorfendur, sá hluti áhorfenda sem hafa gert áskrifundir sem að gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðinu og byggja hana upp. Allt sem ég sjáu hér og heyrið í boði áskrifenda. Ef þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu þá hvet ég þig til þess að gerast áskrifandi. Þú ferð inn á samstöðum.is og það hnappur sem stendur á áskrift. Það getur skráðið fyrir áskrift sem 2.750 krónur grunnáskrift og mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, en það mitt alþýðufélagi sem áreikur samstöðuna. Þetta tilraunaverkefni og við sjáum til hvort að það muni ganga. Takið því sameiningu að byggja upp umræðuvettvang og fjölmiðil sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Við ætlum að hafa hér örstuttar auglýsingar og svo tekur Sigurjón Magnús við og ræðir fréttir vikunnar og stöðuna í samfélaginu. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl, það eru reynsluboltar hér í Rauðaborðinu. Til mín eru komin Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarkona á Ríkisútvarpinu, Kristín Ásgeirsdóttir sem var þingkona fyrir samtak kvennalista og söngvaskáldið Hörður Torfason. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Mig langa að byrja á þessu óútreiknanlega manni sem heitir Donald Trump. Að framganga hans eins og bara það að hann tekur yfir löggæslu í höfuðborginni og svona fleira sem að spyrja sig hvernig lýðræði þetta? Er þetta lýðræði? Ég hef verið að fylgja svolítið með þessu ég horfði svolítið á CNN og BBC og það gilda sérstök lög Washington DC. Þetta er náttúrulega sérstakt umdæmi og það var þannig að forsetaembættið hafði nánast öll völd yfir borginni en síðan fyrir einhverjum árum þá var svona hluti þess valds fluttur til borgar yfirvalda en hann hefur ennþá töluverð völd. Forsetinn? Já, forsetinn, já. Þetta er af því að þetta er höfuðborg landsins, þarna er þingið og þetta var sem sagt svona þetta sérstaka svæði. Og hann er að nýta þessa heimild sem embættið hefur og þannig umræður hefur nú aðalega snúist það hvort það sé einhver ástæða til þess. Hann fer með tölur frá 2023, svo koma borgaryfirvöld og segja og sína fram og það hefur dregið úr glæpum. Þau hafa verið í einhverjum aðgerðum. Þannig þetta er náttúrulega bara pólitík. Það er bara, og það er spurning, hann náttúrulega sendi lið til Los Angeles. Þetta eru borgirnar þar sem demókratar ráða ríkjum. Þannig þetta er bara hluti af stríðinu milli republikana og hérna. Það er talað miklu óvirðingu til dæmis við þá sem minna mega sín. Þetta er að bara taka heimilsöðu fólk og flýta einhver 100 kílómetra bara í burtu. En ekki að leysa neitt vanda heldur bara sópunum undir teppið. En hugsaðu ykkur að forseti landsins, hann lýsir landinu stór hættulegum stað, bara það sem að glæpa morðingjar og nauðgarar og þjófar ráða ríkjum. Þetta er náttúrulega alveg magnað. Hugsaðu ykkur hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á ferðaþjónustuna. Já, bara allt. Hann hefur náttúrulega líka lýst bara fólki frá ákveðnum löndum sem glæpamönnum. Og það er náttúrulega meira sem hann kemst upp með eins og þessar fangabúðir Alligator Alcatraz. Fólk er lokað þar inni við hræðilegar aðstæður án þess að hafa nokkuð tíma komið fyrir rétt. Fær ekki að hafa samband við lögmann, fær ekki heimsóknir, aðstæðurnar jaðra við pyntingar og maður hefði haldið að þetta væri ekki löglegt. Og svo að þeir sem að sendir eru til El Salvador. Þetta eru náttúrulega þvílíkar aðstæður. Það er annað og Trump hefur beinni stært sig að því að vera að senda þá í alræmt fangelsi sem er alræmt fyrir mannréttindabrot og það er eins. Þetta er fólk sem hefur ekki komið fyrir rétt, heldur er sent bara út af þjóðirni eða af því að það er sakað að vera ólöglega í landinu. Þetta eru bara einræðistilburðir, þetta er allt svona sem maður gerir, finnst mér. Já, er það ekki? Við erum að spila á ótta, við erum að búa til niðurlægja manneskjur. Já, flóraböggla. Já, og náttúrulega algjört virðingarleysi, bæði fyrir lögum og mannréttindum. Og svona alltaf hann bestur. Já, sé komin alveg að fara með það. Já, það er dálítið merkilegt hvernig að fólk skuli kjósa og jafnvel dýrka mann sem er sífellt með
barnalegt sjálfshrós. Já, einmitt, Þetta svona, ég veit mest um þetta, ég veit mest um þetta, já, fyrir utan það að hann hefur verið sakfelldur fyrir kynferðisbrot og fleira. Þetta alveg makalist. Þetta með vald, þú tekur vald. Þú biður ekki fólk að gefa. Þetta eitthvað mastin og bakum, maður sér allar kostningamastinir og fleira hvernig, menn taka vald. Þetta oft í kringum þetta svo kallar lýðræði, þetta svo mikil blekking ofta tíðan. Að þú tekur vald, það engin færið að gera svo, þú mátt hafa þetta smástund. Svo eflur, og hann með allt þetta á bakvísi, hann gríðarlega öflugur maður. Og svo eru vaxandi svona raddir það að þetta lýðræði sé nú alveg ómögulegt Ég held að stjórna nokkuð mikið með þessum ósköpum. Una Margrét skrifaði góða grein sem birtist í dag einmitt þetta. Hvað lýðræði flækist fyrir þeim sem liggur á að verða ríkir? Já, mér finnst það nokkuð óhugnanlegt hvernig sumir eru nú farnir að kvarta undan lýðræðinu eins og Ásgeir Ingvarsson í þessari grein þar sem hann sagði að sér finnst hann vera frjálsari í ýmsum löndum þar sem ekki væri mikið mannréttindi en í vestrænum lýðræðislöndum og það náttúrulega ef maður ekki í þeim hópi sem verður fyrir ofsóknum þá náttúrulega og gætir þess að vera í náðinni hjá stjórnvöldum þá náttúrulega slíkt fólk getur verið ánægt í harðstjórnarlöndunum af því að því alveg sama þá sem að verða fyrir barðinu á harðstjórninni. Eins það kemur að þeim. Þangað til kemur að þeim og það veit fólk aldrei. Nú hafa sumir verið handteknir sem að studdu Trump opinberlega af því að það kom í ljósa að eftir því sem sagt var að einhverju þeirra voru ekki heldur nákvæmlega löglega í landinu og svo framvegis. En þetta fólk virtist halda að þetta gæti aldrei snúist gegn þeim sjálfum. Þetta alltaf. Nei, einmitt, Þeir sem voru jáfnvel boðberar þessara stefnu áður. Þeir Höfum við ekki séð þetta áður í veraldarsögunni? Já, það er mjög óhugnanlegt. Það er sérlega óhugnanlegt hvað margt sem nú að gerast minnir á Hitlers tíman. Nú eins og bara þetta að Trump að flytja heimilislaust fólk burt úr borginni, hann segir ekki hvert. Hitler gerði nákvæmlega þetta árið 1938. Þá var gífurlegur fjöldi betlara, heimilislausra og sjúkra, fólk var bara sendið í fangabúðir og við veitum hvernig var farið með það. Já. Þetta minnir á þennan tíma, segir við. Sagan endur tekur sig. Já. Hún gerir það einhverju leiti en það er alltaf svona einhver blæbrigði. Eitthvað öðru sem ég tek undir það. Þetta minnir alveg, þessi þróun, hún minnir mjög óhugnulega á þessa tíma. Og þessi fyrirlitning á ýmsum hópum og þeir sem að skera sig úr á einhvern hátt. Það er bara, maður býður bara eftir því að þessi rauðhærðu fari að... Það getur alveg verið settur á listan. Já, það getur verið hvað sem er, Örfendir. Já, hvort ekki, bara Trump er beinlínis hæðst að fötluðu fólki sem frægt er. Já. Þetta er eitthvað svona sem að gott að fá í umræðuna hérna. Þegar við þurfum að, þó að við höfum ekki beina árið eitthvað þar, þá þurfum við samt að taka einhver afstöðu til þess sem er að gerast og það er náttúrulega hryllingur sem er að gerast. Gera það ekki allir meira á minna að taka afstöðu, þú fylgist með þessu. Við heyrum stundum og fólk segir bara ég er búin að fá nóg í bíli, ég get ekki meira, bara slekkur ég bara á fréttatíma. Já, ég kannast í svoleiðis tímabíla, ég bara loka á allt þessu nenni. Já, maður fær bara yfir sig. Þú veist, sem bara mín ævi hefur verið að lifa við einhvers konar ógn. Kúpudeilan, ég fyrir aftur í 50-60. Það er alltaf. Mér minnist þetta Idi Amin í Uganda.
þetta bara lífmanns alltaf, þetta eins og veggfóður. Þessi óhugnaður. Já, það það. En svo þetta hérna svona þetta volduga ríki sem Bandaríkin ónýttanlega eru þó þessi ekki eins og þau voru áður kannski en þetta alveg svakalegt, þetta skiptur okkur öll máli, bara og tölum bara tollana til dæmis núna. Þó þetta sé nú bara 15%. Það hefur áhrif og að streyma peningar inn í Bandaríkin vegna tollana. Það eru samt mjög mikla deilur í Bandaríkjunum sko, þetta sko, því að það náttúrulega hækkar líka verðlag, vörurnar hækka. Og með hvað afleiðingu verður það? Það er bara verðbólga og... Já. Og það er nú líka eitt sem ég veit ekki hvað maður hann að segja þetta, hann er sko að reka núna fólki sko á Hagstofunni, af því að byrti ekki nógu góða tölur. Einhvers konar statistík. Það er alveg í stíl við hann. Sendiherra sem er ekki þjóðastofnun. Það er eitthvað furðu fugl. Muni ekki eftir þjóðastofnun. Jú, hún var nú lögð niður. Hún byrti ekki rétta tölur. Nei, hún hafði ekki nógu góða skoðun. Það var ekki rekin, heldur bara stofnunin slegin af. Það var ekki að vera mjúkum höndum það neitt. Nei, en svo má maður ekki gleyma því sko, Donald Trump hann hefur náttúrulega lag á því, hann er í öllum fréttum alla daga. En það eru sko svo á meðan þá er ekki verið að fylgjast með því sem gerist í ýmsum öðrum löndum. Ég var að segja ykkur að ég var bara fram á nótt að horfa á danska sjónvarpinu og heimildarmyndir Afganistan. Bara þróunina sko frá því að Bandaríkjamenn réðust inn í Afganistan 2001 og ég held að það var ekki 2001 eða 2002 semst eftir árásina á tvíburaturnana og öll þróunni sko þangað til og það var mikið af viðtölum sko og bara sko það sem gerist sko í þessu landi svo er það Írak, Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi? Hvað er að gerast þar núna, sko, en fréttamiðlarnir sko þeir eru alltaf að sko fókusera á svona einhverja og náttúrulega auðvitað Gaza sko, það sem tekur mestu athyglinna. Já. En svo veit maður ekkert hvað er að gerast sko á öðrum stöðum. En núna er það miðvikudagur ekki morgunundur hinn sem það hittast í Alaska, Trump og Putin. Og jáfnvel Zelenski, Ég var nú að hugsa, hvernig á nú Zelenski að komast þarna? Ekki getur hann flogið yfir Rússland. Ég held að þau myndi bara skjóta niður vélina, sko, ef hann fær að fljúga þá leiðina. Þannig að fara held ég bara... það er nú ekkert smá ferðalag. Heldur það, myndi skjóta niður. Já. Þetta er lofthelgin yfir Rússland. Hún er bara lokuð. Þeir var margreint að drepa hann. Það var nú aldeilis fengur. Hvað hét nú kallinn þarna sem þið skutu hersöðingin þarna sem var yfir yfir hérna Wagner þarna, alveg rétt. Þeir voru nú ekki lengi að losa sig við hann. Nei. Það er Rússland sko, talandi Bandaríkjunum en sko Rússland og þróunni þar, hún er náttúrulega líka sko ógnvænleg. En sko mér finnst einhvern veginn andinn vera þannig að fólk býst bara við því að Putin tækja hann bara í bóndabið. Hann eigi bara enga möguleika á móti Putin. Já, það er þessi saga að Putin hafi svo mikið taka á honum. Hann skuldi eitthvað. Já, þessi fræga ferða hans til Rússlands í fornum. Bjarga honum frá falli, gjaldþroti, var það ekki eitthvað á þá verið? Jú, það er allavega eitthvað sögur það. Þannig að það er ekkit endilega vona góðu þar fyrir hérna fyrir Úkraínu. Nei, en það er ein af þessum hugmyndu sem hann er mjög upptekinn af sko að verða einhvers konar friðarpostuli og það í sjálfu sér er það nú náttúrulega gott ef að tekst að koma á friði og sko þessi samningur sem að hérna Azerbaijan og hérna Armenía voru að skrifa undir allt í hennu dúkkaði einhvern veginn upp sko hvernig Bandaríkin dróðist inn í það svolítið sérkennilegt sko. Það er náttúrulega það er náttúrulega mjög undarlegt í sjálfu sér að bara svo hugmynd út af fyrir sig að
Rússland og Bandaríkin geti samið örlög Úkraínu. Að það sé eðlilegt að hafa einhverjar viðræður framtíð Úkraínu á þess að Úkraíns stjórnvöld séu þar með. Já. Alveg makalaust. En einhvern veginn boðið upp á þetta. Var ekki Pútín sem sagði nei við að fá Zelenský? Vildi bara ekkert við það mann tala? Nei. En þetta hvað það voruð, 3 ár, 4 ár? 3 ár það ekki. 3 ár, já. Og hérna, núna sem svona fjölmiðlamaður og svona var kollegar og fjölmiðlum myrtir bara 5 daginn, sko. Já. Allt til að verjast því að séu flutta fréttir frá ástandinu. Verjast sannleikanum. Þetta er ekki pappakassa, sko. Nei. Þetta eru snargeggjaði menn. Já. Ég er ofta að hugsa hvað 8 milljarðir á nettinum. Það ekki? Jú. Eitthvað þar Og hvað eru 20 svona geðveikir kallar? Sem öllu stjórna. Öllu stjórna og sitt allt í. Þetta er voðalega furðulegt ástand. Og mjög mikil öfug þróun í heiminum. Já, það er það. Og eins og þú nefna hörður sko að við höfum nú upplifað margar sko styrjaldirnar og ég segi það nú alltaf að fátt hafi nú haft eins mikil áhrif á mína kynslóð, við nú svona sömu kynslóð, að sko eins og Víetnamstríðið sem var náttúrulega algjör hryllingur og stóð náttúrulega í áratugi. Og svo sko það tekur eitt við öðru og ég er nú alltaf að segja það sko, þarna eru vopnaframleiðendur. Sko, þetta er svo stór iðnaður, vopna iðnaðurinn í mörgum löndum, með þess að Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Bretlandi og tala nú ekki Bandaríkin og Ísrael og þetta er náttúrulega bara svo miklu hagsmunir, það verður bara, ef það er ekki ófriður einhvers staðar, þá var hann bara komið af stað, þá bara kynnt undir í einhverjum til að geta þróað upp vopnin. Já, og selta. En það sjáu það sko, þessar kröfur Trump að NATO-ríkin auki framlög til varnarmála. Og hvernig? Með því að kaupa bandarísku vopn. Þetta gengur allt út á það. Kaupa bandarísku vopn. Það er náttúrulega sumir sem eru að taka undir með Trump í þessu tala eins og Bandaríkin hafi gert það af góðmennsku árum saman að sjá varnir Evrópu. Það var náttúrulega til þess að tryggja sér ítök og völd sem að Bandaríkin gerðu þetta. Já. Sjálfsögðu. Já. Það er allt hagsmuninir, það er bara þannig, er það ekki? En hérna, sko, mér finnst greinin sem þú skrifar í dag að svo, það séu svona mikið skeytingaleysi hjá þeim sem er ekki telja sig og stóra fyrir samfélagið að það sé allt vont sem kemur frá hinu opinbera. Já. Og til dæmis þetta sem Ásgeir var að finna lýðræðinu til foráttu í grein sinni var það að það gengi svo hægt í vestrænu lýðræðis þjóðfélagi að byggja til dæmis virkjun eða kjarnorkuver. Það þyrfti að fara eftir svo mörgum reglum og taka tillit til svo margra og fólk ólíklegustu hópar eins og hann orðaði það hefðu andmælarétt og þessar reglur eru náttúrulega settar meðal annars til að tryggja rétt fólk sem hugsanlega heima á svæðinu og hefur stundum bara verið rekið frá heimilum sínum til þess líka að tryggja öryggi. Við vitum hvernig hús eru byggð í sumum löndum, ekki fyllt neinum öryggistöðlum og svo hrynur allt í jarðskjálfta. Hér á Íslandi farið eftir ströngum öryggisstöðlum og þess vegna gerist þetta næstum aldrei hér. Til þess eru reglurnar, til þess að tryggja öryggi og mannréttindi, því það eru nú líka reglurnar sem sagt ekki megi nota þræla við að byggja þessi mannvirki og þetta eru
þær reglur sem gilda í lýðræðisríkjum sem sumir eru nú að tala eins og séu bara óþarfar því að þá geta gróðamenn ekki gert það sem þeim sýnist. Þessi Ásgeir, sögundvitnari, Ingvarsson og blaðamaður á Morgunblaðinu sem skrifaði þessa grein þar sem að þótti svona regluverki inn og lýðræði rúnlega bara að vera fyrir sér. En, já, sko. Já, það er náttúrulega að því að menn ég sumir, sko, telja að þessi rök eins og með virkjanir og fleira slíkt, sko, sem náttúrulega líka spurningum að verja náttúruna. Það er satt ég gleymd að nefna það sem ekki síst mikilsumvert. Já. Að sko taka náttúrulega bara ekkert mark á svona, þetta er bara ómerkilegt kjaftaði, sko. Nei, og það er bara svona framkvæmda aðilar sem líka, það er sama að segja það, sko, framkvæmda aðilar verða að fá verkefni. Það er þessi frekja og yfirtákur, það er maður sér þetta allstaðar eða víðast í samfélaginu í dag. En spurningin er sko, já, hvar er andstaðan? Hvaða möguleika sko eru til, þú ert nú sérfræðingur í andstöðu, hörður. Já, þakka þér fyrir. Já, að hérna, sko, þetta hvernig hægt er að fá fólk til að rísa upp og hvaða, sko, núna til dæmis eins og að því að við erum hérna á fjölmiðli, hvað fjölmiðla heimurinn hefur breyst og við erum með eitt einasta dagblað og sem í höndum svona manna eins og Ásgeirs og hans hérna Stefáns Einars og sem er nú bara opinberlega að saka fólk að vera gyðingahatarar. Það er nú enn eitt. Ömurlegt, sko. Það er illa við aftöku fólks á Gaza, þá þýðir það að þú sitt gyðingahatari. Já. En svona stilla sumir sko síónistar málunum upp og það er svona samtök sem að sko túlka það bara gagnrýni á ísraelsk stjórnvöld er bara antisemitismi. Þetta er náttúrulega algjörlega fráleitt. Þarna eru lýðræðislega kjörin yfirvöld og þau eiga bara skilið sömu gagnrýni og öll önnur stjórnvöld í heiminum. Þeir hafa engin forréttindi en þó þeir hagi sér, enda hagaði sér náttúrulega algjörlega eins og skepnur. Þetta er hryllingur áhorfa. Já, en einmitt það sem ég ætlaði nú að fara að koma inn á, sko, hvar er andstaðan, sko, hvað getur, eins og maður er svo máttlaus. Það er það. Nú náttúrulega netið gerir það verkum að maður getur skipst á skoðunum um fólk í öllum löndum og ég fylgist álti með vefsíðum sem andstæðingar Trumps halda úti og þar kemur fram að margir bandaríkjamenn eru hálf örvinglaðir yfir ástandinu. Og konan okkur í öðru landi þannig að skrifa en af hverju það kvart og hveina, af hverju gerið ekki eitthvað. Jú, það er skiljanlegt að hún skrifi það, en leið er fólk náttúrulega hrætt. Þar sem Bandaríkin eru að breytast í harðstjórnaríki, þar sem ekki er farið eftir reglum mannréttindi og ekki farið eftir lögum landsins einu sinni, þá er hægt að fangelsa fólk bara fyrir friðsamleg mótmæli, svo að fólk er tvístigandi. Þú handtekið fyrir að labba á göttunni og þú átt að labba á gangstéttinni, svo að gengur á gangstéttinni, þá er það því að þú átt að labba á göttunni. Þetta eru svona þessi... Þú bara handtekinn og það er alltaf notað ykkur ástæða. Og fá fólk til að standa saman, það er gríðarlega erfitt. Það er það. Já, ég ætla aðeins að, hörðu fyrst að þú ert þá ætla aðeins að tala hinsegin daga. Þeir fyllið miðbæinn á hverju einast ári. Jú, hálf þjóðin, eins og ykkur sagði, mættinni í miðbæ. Það fer ekki að milli mála, sko, að almenningur í Íslandi styður ykkur í ykkar málum. Það er nú mín reynsla með yfir 50 ára reynslu í baráttu á þessu sviði. Sko, það sem gaf mér vona í byrjun, það var að ég þekkti landið ágætlega og búin að ferðast mikið það. Og ég, sko, á mörgus plássum, sko, fólk, sko, okkur vantaði bara vitneskju, þekkingu. En það var fólk studd okkur. En sko, það var alltaf frændið að frænka í fjölskyldunni og það var einhver svona bæjar aumingi, sko. Þetta var fólk
svona, það þetta sem ég fann og ég hef verið að skrifa að þarna var kraftur þessna fór ég og ferðaðist landi en fólk var yfirleitt sko það horfði á þeirra að talaði við mig það horfði þetta vel í kringu sig vegna þess að það sýndi mér stuðning þá gætt fjölskylda mist vinnuna þetta var óttinn ofta og þetta náttúrulega enn í dag sko. Fólk hafa ástæðu til óttast. Hvað, ég stundu verið að hugsa þetta, mér finnst að sko hreyfing samkynhneigðra og annara sko hafi náð alveg ótrúlegum árangri á stuttum tíma og hérna þó við séum að upplifa þó að sé að koma upp andstaða sko núna. Já, hún bara en hérna, ég hef stundum sko verið að bera þetta saman sko við baráttu kvennarhreyfingarinnar sem að sko hefur mætt mikill andstöðu. Mér finnst að hreyfingar samkynhneigðra hafa mörguleiti verið sko meiri sigurvegarar, gengi betur heldur en kvennarhreyfingunni og þetta erfitt að bera þetta saman. Hvað heldur þú að hafi skipt sköpum? Ég var með ákveðna kenningu. Sko ég að taka saman taka fram ég að svona reyna að fá fólk með mér í lið að skoða þessa sögu því að við vorum að ræða þetta ég og Stein og Jó og fleiri stelpur sem voru með þessu út af hátíðinni sem verður í október og þá rétti ég upp hendin og sagði stelpur má ég ekki koma að hita upp hjá okkur því ég var bara alinn sama ár að því það var að gefa út plötuna áfram stelpur og ég kom líka með plötu og sjá þennan mun þeir eru svo ofboðslega stór hópur en þeir eru bara stelpur hjá okkur boginn miklu þegar fólk fyrir að átta sig á þessu þetta tók gríðarlega átök inn á milli okkar við hleyptum ekki svo mikið út alnæmistímabilið kom og allt þetta og svo smá saman sko ég mátt fengið að heyra það þegar ég fór einn land bara með gítarinn fólk horfði bara þetta skrimslið og þá fór fólk svona aðeins að átta sig og þetta við förum að taka sko framförum svona myndi ég segja 93-4 þetta gerist alltaf í svona stökkum og eftir að stelpurnar komi inn að þetta eflist segir bara svo að Magga Pála kemur inn hún var gríðalegur stökkpallur því að hún var svo tengd inn í pólitíkina það var það sem við vorum alltaf að reyna að komast inn í ég og Guðni það var ekki vel séð, sko, við varum einhverja pólitíska sleikjur, en það var allavega, þannig legg ég upp með þetta að tengjast stjórnmálafólki, fá lagalega vernd, það var það sem ég sá alltaf byrjun. En sko, hvað það sem gerir það, ég held að sko, þetta sem hefur verið svo kæft hjá okkur, kynhvötin, kynhneigðin, hún svo miklu fjölbreyttari heldur en við vilja viðurkenna og fólk sem barist við þetta að setja þetta niður í sér alla ævi það eigir allt í einu von og fer sko, ég vil að kaupa sér peysuföld, kallmaður eða hvað er það sem býr inn í manneskjunni og það er þetta að leyfa manneskjunni að vera það sem hún manneskjur almennt ekki að brýna hnífa heima hjá sér til þess að fara að drepa fólk þetta bara þeirra innra líf og þau fara inn í finna sjálfa sig og fara að blómstra. Já, en það það ekki þegar þetta byrjar allt saman fyrir 50 árum að þá voru líka hommar og jafnvel lesbíur sem voru anstæðingar þínir að hafa gert þetta. Ég var eini maðurinn frá 1975 til 82 það kom þarna einn strákur sem lýst yfir að væri hommi í sjónvarpinu, hann var ekki baráttunni eða neitt slíkt og hann hvarf bara en ég reyni Þú flúði land? Ég flutti mig, ég gerð söngvundar, ég var ekki að flýja, ég flutti mig þess til. Mér var ekki líft hérna. Nei. Og þegar ég var í hættu með þessi í Kaupmannahöfn á meðal Íslendinga. En þetta að ég fá fólk til að skilja þetta. Og það fór alltaf svona smátt og smátt að
En hvernig finnst þér að þú varst í einhverjum lúksusvagni núna í gleðigöngunni? Já. Og hvernig fór þess? Þú hugsað til 50 ár tilbaka, þú einn að berjast á móti allt og allt, sko. En núna bara, Sko, það konur sem sátu við sikkur með hliðina á mér. Það að ég fyrir að gráta, því að það var fullt af fólki sem kallaði til mig, þakkaði fyrir og gerði svona, hugrekkið og svona. En ég veit að ég hef alltaf dálítið fjarska á þetta. Já, þetta náttúrulega svo mikið þannig að... Þetta svo stórt verkefni. Já, líka þú kemur keyrandi fólk alveg massa meðfram göndunni. Já. Svo get ég ekki, sko, þetta baráttan svo ég byrja svo mikið, rétt það. En mér tókst að hafa það af og virkja með mér fólk og passa aldrei að vera í vegi fyrir því. Alveg þegar ég sá hæfileika fólki, sko, að íta undir það ekki mig. En svo kom líka svona gott baráttu fólk í lið með það, sko. Og þar í liggur, sko, að hafa dyrnar opna fyrir alla, hleypa fólk inn, ekki standi vegi fyrir því. Ég marg bett á þetta. Hérna var helgin áður, það var Páll Óskar í helgispjalli hjá Gunnari Smára. Mjög skemmtilegt viðtal. Og hann svona náttúrulega hefur aðra reynst en þú, hann var bara alltaf fættur þegar þetta var. Já, ég meina hann ekki fættur þarna. Nei, en hann samt 20 árum yngri. Hann samt góður fulltrúi. Já, ég meina, skilur, það þetta að leyfa fólki að blómstra. Ég held einmitt að það, sko, að það hafi skipt mjög miklu máli að það voru svona frægir og vinsælir einstaklingar. Felix Bergsson, sem var nú í barnatímanum, alveg elskaður af börnum. Páll Óskar, sem náttúrulega líka alveg gríðarlega vinsæll. Ég man ekki hvenær Páll byrjar, sko. Hann mjög snemma, sko. Hann byrjar sem barnin í leikhúsinu, sko, en svo fer hann fram í sjónvarpi 91, minnum við. Sko, en ég að fara langt aftur í tíma þegar ég aleinn. Og þessi þróun sem á sér, og allt í einu sér fólk býtu, þar hæfileika búntin þarna. Þessi listamenn hafi haft sko mikil áhrif. Já, listantök á þessu. Og að viðtalið hérna við mig 95, ég meina ég var búin að vera í 2 kvikmyndum, ég var með 2 75, já, fyrir og 2 vinsælar hljómplötur, fullt af tónleikum. Ég var í útvarpi, ég var í sjónvarpi, ég var í þjóðleikhúsinu, ég var dansari, ég var leikari, það þekkti mig þjóðin, það var bara 1 útvarpsstöð og 1 sjónvarpsstöð. Það þetta sem svo sjokkilega. Ég vil okkar aðeins til að minnast á þennan pilt sem þú nefndir áðan, þennan eina pilt sem kom fram í viðtali í sjónvarpinu. Jón Ragnarsson. Því að þetta var held ég áræðanlega það fyrsta sem ég uppgötvaði að samkynhneigð væri til. Ég hef verið líklega svona, þetta hefur verið líklega 77 eða 8, ég hef verið 77. Já, þá hef ég verið 11 ára. Og ég man eftir þessu, þegar viðtal við pilt og en ég man rétt, sko, þá var eins og svona veggur með veggjakrót á bakviðan og mér sýndi standa þar nonni, en eftir á sé ég að það hefur sjálfsagt staðið þar hommi. Svo þetta viðtal, ég býst við því að þetta verið einhvers konar leikmynd, auðvitað náttúrulega man ég þetta ekki vel. Og svo talað við hann og eitthvað ég man eitthvað, það var spurt hvernig hann hefði fundið að hann væri öðruvísi, eitthvað slíkt. Og ég var náttúrulega bara barn og ég botnaði ekkert í þessu. Hvað var eiginlega verið að tala? Svo ég spurði pappa og mömmu hvað þau að tala? Og þessu, það eru karlmenn sem verða ástfangnir af öðrum karlmönnum. Og þau sögðu mig bara svona hlutlaust frá því, sko, sem það gá ekkert upp skoðanir sínar og ég hugsaði bara, nú það til líka. Þannig að sem betur fyrir uppgötaði þetta frekar hlutlaust þó að náttúrulega fordómar væru það miklir á þessum tíma. Þetta var náttúrulega í rauninni brautryðjandi viðtal eins og þú segir. En ég er búin að fara sko í kringum þetta land, það oft 2 hringja á ári jafnvel. Og það fullt af fólki sérstaklega eftir upp úr 2010
og fólk fyrir að segja við mig sko, Svip og þú segir, ég hafði aldrei vitað hvað hommi var fyrir en þú komst skilur við pláss og umræðan var náttúrulega engin. Nei, hún var aldrei nei. Og fólk fór að og hvað það? Og menn hafa sagt mér sko, aldrei heilt þetta orð Það sem að ég Þetta var líka bannað í útvarpinu, máttu ekki nefna. Það máttu náttúrulega orðið kynvillingur. Ég fór unglingur Vesturland til að vera sjómaður og í því plássi var Maggi í Sunnu kallað þar, húði sem hann vann í hétt Sunna í Ólafsvík og fór svo sögur var Maggi Bristol og ég man aldrei eftir að væri talað hann með óvirðingu. Nei, það var ljúf manneskja. Já, ég segi það, hann bara, er hann hommi, en það var ekkert helvítis hommin, það var ekkert að, ég heyrði aldrei talað þennan mann með óvirðingu. Hann bjóð þarna og þetta er líka, að þú nefnir Ólafsvík, sko, þegar ég að missa allt út úr höndunum og flúin land, eða svona, þá það þeir sem að ég hringi þá og ég hjálpaði þeir réðum í vinnu. Að því þeir sá ekki þennan glæpamann, ég hafði unni með þeim nokkur verkefni og það þarna sem að ég miðótt svona við Ólafsvík og því að menn tala oft sjóaran í Ólafsvík og svona grottan en á bakvið Ólsarana það mig að eiga það í mínum huga svona mannustjur sem að ég þekki Ester Gunnarsdóttur sem að forma leikfélagsins á þessum tíma og hún mjög ánægð með það að hafa verið fyrsta manneskja til að bjóða þér starf og á alla plötuna þínar og talar fallega um þig. Já, þakka. Varstu þá að leikstýra? Já, ég leikstýra og leikstjóri. Svo líka að allt þetta hjálpar til og eins og við nefnir Magga í Sunnu og svona voru menn til í hver einasta plássi. Það fór bara mikið fyrir þeim. Sumstar voru þeir landir og þeir eru misnotaðir og sumstar voru faldir. Það kannski fyrir þeir sem voru svona laumuhómar frekar. En sá sem kemur bara og bara hommi og hvað þá? Einmitt. En ég veit ekki. Þetta byggir á því að við gefum fólki tækifæri til að vera það sjálft. En mórallin var þannig í þessu að nú þurfum við þið að verja þau réttindi síðan þeir fengið. Þegar lítið til annar landa þar hafa samkynhneigt fólk verið að missa réttindi og nú þurfa á Íslandi, það ég rétt mér, þá þurfum þið að verja þau réttindi sem hafi náði hingað. Jú, þannig það er fólk að sækjast eftir. Samt, mér langar nú svolítið að rifja það upp sko að kvennalistin lagði fram tillögu 1992 held ég hafi verið undir forystu Ingibjargar Sólrúnar, hún var fyrsti flutningsmaður og það, voru og fekk þingmenn úr öllum flokkum og það var þá sko til þess að gera úttekt á stöðu samkynhneigðra og út úr því kom skýrsla og síðan var því fylgt eftir þannig að þarna sko hugarfarið farið að breyta. Já, fyrst að Kristín Kvaran Já, það held ég að fekk enga umræðu. Þetta alltaf, þetta byrjar á engu og svo fyrir það hún lagði fram tillögur sko en þarna sko komst málið á skrið sem sýnir að þarna hafði orðið svona ákveðin breyt en ég sá í fréttum ég held að bara hafi verið í gær sko að það þarna í einhverju fylkinu í Bandaríkjunum sko það bara kröfur það að banna hjónabönd samkynhneigðra sem að búið að leyfa bara taka þetta. Já og það einmitt nú á þessum uppgangstíma fasisma sem þessir tímar eru, það þýðir ekkert að loka augunum fyrir því. Það þarf svo sannarlega að verja áunninn réttindi og meðal annars hefur komið fram að það trúarsöfnuður í Bandaríkjunum sem Trump hrifinn af og Pete Hegseth varnarmálaráðherra beinlínis í þessum söfnuði og leiðtoginn vil svipta konur kosningarétti. Þannig að karlmaðurinn á að vera höfuð fjölskyldunar og aðeins fjölskyldufaðirinn á að kjósa. Það það sem hann boðar og ég tala nú ekki náttúrulega samkynhneigð hún á bara að verða glæpsamlega aftur. Samkvæmt hans kenningum og Pete Hegseth að deila þessu inn á þessum kenningum inn á sína
síður svo það eru varla nokkur takmörk fyrir þeim fasisma sem að þessi stjórn daðrar við að innleiða og er byrjuð að innleiða. Og það er fulltrúi sem sko á ríkisstjórnarfundum. Já. Þannig að það er bara ég segi, svo þykist þetta fólk vera kristið. Það er náttúrulega það fáránlegast af öllu. Hugsið ykkur sko, ég segi bara. Ég hugsa bara í samtíð þetta í kringum aldamóti 1900 í Þýskalandi þar sem það var svo mikið glaum og gleði í Berlín og þau voru frægir fyrir samkynniða. Og fram að 30. Fram að 30, þangað til og Magnús Hirschfeld og allt þetta. Og hvernig Hitler drapit allt niður. Ofsótti, þetta er bara svipuð. Þeir fóru bara í gasklefana. Já. Herru, sko, Grensásirkja flaggaði fánunum ykkar, regnbogafánunum, en hann var skortnir niður víða undan árið þegar hafi verið skortnir niður hér og þar. Það er alltaf einhver einstaklingur sem stundar þetta. Svo segja prestarnir þar, ekki heldur við að bakslæðið myndi birtast í því að regnbogafáninn yrði skorinn niður úr fánastykjunum í Grensásirkju Reykjavík. Það kom okkur verulóvart. Slíkt er vitanlega skemmdarverk en vissulega einnig tjáning einhver sem er ekki sammála því að kirkja flaggi regnbogafánunum. Það er þetta, sko, það eru einhvers staðar, ósýnilega en þá. Það er bara ein mannustja, sko, einhvers staðar. Þetta... Já, það þarf ekki meira. Það þarf ekki meira. Hugsaði bara eigur mínar, hvað ég orðið sko, fyrir miklu tapi. Það var bara eyðilega, rispaðir bílar, skemmtir brotnar rúður, þú skorið á leiðslur. Þetta er bara Er þetta svoleiðis? Eða var svoleiðis? Þetta er ekki svoleiðis, eða? Nei, það er ekki ennþá. En ég hef ekki haft mig svo mikið í frammi. Þetta kemur alltaf, ef ég fer eitthvað dálítið fram og ger eitthvað, þá byrja þessar árásir. Lengt og ljóst. Það þýr ekki að vera kvart yfir þeim. Það er bara að taka þeim. En á netinu verður... Já, það er enn í dag og út á götu að koma aðilar sem var svíverðandi alveg. Ég ger alltaf saman, ég bara bakka frá þeim því þú veist aldrei hvað er afa innan klæða og geng bara í burtu. Ég tek aldrei, tala ekki við þetta fólk. Það ælir yfir með alls konar svifringum. En með kristni, það finnst mér einmitt merkilegt hvað það er í Nýja testamentinu einmitt lýsing á þessari manngerð sem síðan hefur öldum saman þóst vera kristið og verið með einhverjar harðstjórnarreglur eða ofsóknir gagnvart öðrum. Þessu fólki er lýst í Nýja testamentunum þar sem eru farisearnir. Og öfgahægri fólk sem nú þykist vera kristið þetta eru farisearnir alveg lifandi komnir sem þykjast náttúrulega, það eru þeir sem saka Jesú Krist guðlast, hann er beinlínis tekinn af lífi fyrir guðlast og þeir þykjast einir vita hvað rétt sé nákvæmlega eins og einmitt það fólk sem er með öfgar í kristnum trúarbrögðum og þetta fólk lítur alltaf fram hjá meðal annars Jesús talar margsinnis það að það sé rangt að safna auði. Erfiðara fyrir ríkan mann að komast inn í himnaríki en úlvalda í gegnum nálaraugar. Og þetta er ekki eina ritningagreininu þetta. Sáiðar sem syndlausir kasti fyrsta steininum. Fyrir utan það, já. Sáiðar sem syndlausir kasti fyrsta steininum. Ég ætlaði að bjóða ykkur upp á mikið léttara hjal. Já, það var góð tími fyrir. Pólitík. Íslenska pólitík. Er það létta hjalið? Já. Og svo skemmtileg. Nei, það er svona brjósikur. Nei, ég ætlaði nú bara að fara svona í síðustu Gallup, þá er náttúrulega Samfylkingin komið upp í tæpa 35%, Sjálfstæðisflokkurinn og 18% og Viðreisn 16%. Ég er svona velta fyrir mér, nær Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn. Það er ægilegt áfall fyrir Sjálfstæðisflokkin ef að
klofningsflokkurinn verður stærri. Er ég eini sem er gaman að þessu? Nei, ég er gaman það væri skemmtilegt ef Viðreisn færi fram og sjálfstæði. Það var að muna tveimur prósentustugum. Já. Sko, þetta ég held að eins og hefur nú komið fram í könnunum, sko, almenningur var nú ánægður með það hvað ríkisstjórnin stóð fast á veiðigjöldunum og að stöðva þessa sko hrikalegu umræðu og það er ekki nokkuð vafi að stjórnarandstaðan gekk allt of langt í málþófi og fólk veit að spila sig sko hverra hagsmuna er verið að gæta. Það er náttúrulega algjörlega ljóst, og ég held að, og náttúrulega ýmislegt af þessu sem við höfum verið að tala eins og hérna sko kemur fram í málflutningi miðflokksins og hérna að fólk sko greinilega finnur eitthvað traust í þessari ríkisstjórn og vonum að það verði eitthvað gert. Það náttúrulega eftir að koma í ljós sko. En stoppum að þessi ríkisstjórn sko sem er náttúrulega ekki búin að sitja mjög lengi 8-9 mánuði eitthvað. Ég segi alltaf að þetta er svona allt annað blær á ríkisstjórninni heldur en fyrir ríkisstjórn. Það er meira, mér finnst vera meiri von hjá fólki í dag heldur en hefur verið í áratugi. Trátt fyrir ýmislegt sko, að þá er það eitthvað nefn þannig. Og þetta er ég veit ekki, þeim fyrir ekki við að sko, þegar ég var með búsaldabyltinguna og kom margir til mín og sagði, þegar ég var að biðja fólk að hjálpa mér, af hverju á ég að vera að hjálpa þér? Til að minnka áhrif sjálfstæðisflokksins, sagði ég við marga. Ok, þá skal ég hjálpa þér. Það voru margir sem gerði þetta. Og við erum frá 2008, þetta er stykkið, þetta er alveg sama með baráttuna fyrir samkynhneigða, sko, 75 og við förum 82, og upp í 85, förum að hafa þrátt fyrir áfallið með alnæmi og svona. Ég sé þessi stökk svona, sko, þetta tekur tíma að fá fólk til að skipta skoðun eða sína aðra leið. Og þetta er búið að vera mikil átakatímabil frá 2008 og fram til dagsins í dag. En ég heyrði á mörgum allt í henni þetta takast á við kvótakerfið. Þegar ég var að fara hérna á landi, sérstaklega á Austfjörðum, heilu bæjarfélögin voru bara í rúst. Núna er Akranesi, síðusti kvótinni farið frá Akranesi, sem var blómlegur útgjörðar. Þessi miklu fiskveiði bær. Og það talaði enginn það að þessi bæjarfélög og fólk skilið eftir eignalaust. Og bara verðlausan eignalaust. Akranesi kannski voru nálægt Reykjavík til að verða alveg þannig, sko. Ég man svona þegar ég fór á landi og fólk var bara í stöð í miklu vandræðum það var allt að reynja aldrei var talað þetta eignalausa fólkið fólk sem hefur kannski nýbúið að byggja sér hús og með skuldir á því og svo var tóðurinn bara seldur og koma börnunum í skóla þetta að senda þau söður og allt þetta sko, þetta var mikil harmleikur þarna baku aldrei er talað þetta Nei, nema hér. Það hefur verið talað það í þessu sjónvarpi hér. Það var nú þarna sjónvarpsserían Verbúðin sem að sýndi nú svona þróunina sko í raun og veru þanga, sko ekki eftir, hún er alltaf bara hvernig þetta gerist og hvernig hérna, skipið er selt og kvótinn. En svo er allt framhaldið sko, það sem gerðist eftir það. Þegar sumir fóru söður ofsaríkir og meðan aðrir sko mistu atvinnuna og vonin að geta eignast það sem voru að gera. Þetta er bara sagt við okkur sko, þetta er bara lífsbaráttan, hún er svona, við gleymum þessu áfram. Þetta er kannski ekki eins vind og ég held með. En tölum að sem hérna eins og Reynisfjöru og massa ferðamennskuna. Við búum okkur ekki nóg vel undir þetta. Nei, þetta ég kom einmitt í Reynisfjöru í fyrsta skipti á ævinni held ég í fyrra og það þó að vissulega hefði verið gert ýmislegt til þess að vekja athygli á hættunni þá fannst mér það ekki vera nóg. Skiltið var til hliðar og sumir gengur bara framhjá því. Ég fannst að hefði eiginlega þurft og nú ávist að setja eitthvað hlið sem ég finnst skynsamlegra og þyrfti
bara held ég að hafa stórt skilti fyrir ofan, hætta lesið leiðbeiningarnar. Svo stóð einmitt og það var gult ljós þegar við komum og stóð ekki fara út fyrir gula strikið og ég held að hafi nú, það vantaði nú eins og komið hefur fram þegar þetta hörmulega slys var af því að það skilti hafi fokið skiltið með kortinu þar sem gula línan sást. Það var held ég fyrra þegar ég kom. En svo átti maður sjálfur bara einhvern veginn að koma gulu línunni af kortinu og yfir á fjöruna því það var ekkert í fjörunni sjálfri sem sýndi hvar gula línan væri. Og þar fannst mér eitthvað vanta, eitthvað merki, fána eða eitthvað. Því að svo var maður sjálfur bara að reyna að áætla hvar gula línan myndi vera samkvæmt kortinu. Ég vil gera eins og það hérna upp á, ef við erum að fara að Helliseiðina, þar kemur svona skemmtir bílar og hversu margir hafa látið árinu. Mér finnst að eigi að vera þarna, eitthvað upplýsingar það, hvað hafa margir látist í Reynisfjöru að þið fóru ógætilega. Þetta er döðans alvara. Ég er ekki mynda fólkinu en þetta er bara, þetta er 5 látnir, eitthvað hvað það er. Þetta er svo margt maður sér að þú ert að keyra frá Keflavík, Reykjanesveginn og túristarnir og meira segja hérna í bænum þeir kunna ekki á bílana ljóslausir og keyra það er stór hættulegt að vera hérna. Svo erum við einir með þessa reglu hringtorkunum við erum einir með þessa reglu að innri hringurinn er ekki hægt að láta útlendingar þegar koma hérna að ferðamenn fá eitthvað upplýsingabækur þú verður að lesa þetta eru stór atriði þau eru ekki ofslamar það er samt lýsingu á bílum það er samt Reynisfjara og það er þetta þegar þú skoða hverasvæði þetta drepur þig ef þú ferð ekki eftir okkar reglum ég pæla bara þegar þú kemur til landi þá færðu þessar upplýsingar nú er ég búin að ferðast víða heim og ég segi nú ekki að það sé svona hættusvæði en yfirleitt það kemur maður og borgar eitthvað fyrir það sem ég veist alveg sjálfsagt en það er yfirleitt vel merkt svæði og maður fylgir því ég þekki fólk sem er í ferðamannabrasanum sem er leiðsögu fólk og þau segja sumt fólk það bara hlustar ekki það veður út yfir allt og þess vegna ég segi maður verður að taka upp einhverja umræði samt að aðvara fólk þú kemur í þetta land og þarna er svona deyja margir á ári af því þeir fylgja ekki reglum mér finnst það koma svona blákaldar staðreyndir Ég held nú að hafi mjög margt verið gert ef marka má viðtöl við fólk sem en sjálfsagt er mjög mikið eftir og mér finnst að það þurfa að vera gæsla þarna það bara að vera svona landverður þarna í fjörunni það er haldið það þyrft að vera en þá kemur að þessu þetta er einkaeign Þarna er það landeigendur sem að bera ábyrgðina og ef að þeir eiga að fara að ráða landverð þá er þeir auðvitað að taka gjöld og bílastæðir þannig verða kvart yfir því að þau séu svo dýr það sem að maðurinn kallaði hvað var að kalla hann þetta hvað orða notaði þetta sluggsgjöldin Slugs menn sem sluggsæði og þess vegna er að neyðarúræði og til að hækka það frá 1.000 kall upp í 5.000 kall og þessi maður segir að þetta sé ekki gert til að græða ég veit ekki það er 5-falda kostnaði því að ef þú gleymir að borga eða áttaði þig á því og kemur heim þá bara búið að stofna kröfu heim þetta er svo mikið peninga þetta snýst svo mikið peninga en í þessu ferðalagi þar sem ég kom í Reynisfjöru þá einmitt var ég með frænda mínum og konu hans sem eiga bíl við eigum ekki bíl og þá einmitt þau urðu fyrir því stundum að það var mjög óljóst hvernig ætti að borga fyrir bílastæðið og það náttúrulega nokkuð sem verður að vera skýrt og verður að vera auðvelt að gera
Sammála því. Svo er eitt viðbót sko, að það er einhvern veginn eins og menn haldi sko að það skilji allir ensku og geti lesið ensku. Það er náttúrulega bara stór hluti heimsins sem sko er nú bara alveg upp við allt annað letur og kann ekki orð í ensku. Það er satt fyrir utan það að það eru til Íslendingar sem ekki skilja ensku þó að menn láti eins og þeir séu ekki til. Er ekki til Íslendingar sem skilja ekki íslensku? Jú. Já, það getur ekki allir lesið en þessi gags með skólandi segja. Þetta er vandlifað. Já, það er margt að. En það er ræðilegt að það skuli þurfa svona dauðaslið sko til þess að menn taki sér tak sko. Það er, en vonandi verður það gert. Svo stundum sko, hefur það gerst að það er bara allt í einu einhverjir staðir sem að menn uppgötva og verða svona svakalega vinsælir og þar er ekki neitt. Það er ekki göngustíir eða og svo flækja með flugvélaflækið. Já. Það er svona eitthvað tilbúin sko. Já, hitt var sko bara. En ef við ekki bara að fara að setja gott að ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna, Una María. Una Margrét. Una Margrét. Una Margrét, fyrir ekki ég klikka alltaf. Ég heiti Hjördís. Já, ég vissi það. Kristín og Hörður. Takk og fyrir ykkur fyrir að fylgst með okkur. Takk. Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram með almanna þjónustu samstöðarinnar, kæru hlustendur og áhorfendur. Í gær ræddum við Gísla Tryggvason lögmann sem ætlar að vera með hálfsmánaðarlegt réttarhorn, getum maður kannski sagt. Við kallum þáttinn Réttur er settur og ætlum þar að fara yfir lögfræðileg álitamál tengt fréttum líðandi stundar og verður vonandi bragur á þeirri þjónustu framvegis. Og við höfum nokkurt skeið átt í góðu samstarfi við Neytendasamtökin. Neytendasamtökin hafa verið iðin við að senda fulltrúa hingað í heimsókn til okkar og við erum jafnvel að spá í það að gera svo djörf að reyna að halda úti einhverju sem við getum kallað vikulegt neytendahorn, þar sem að við reynum að útvega ykkur betri þjónustu, meiri þjónustu mál sem baráttumál íslenskra neytenda. Breki Karlsson, vertu velkomin til okkar í dag. Takk. Ég bara svona því að ég var að lesa frétt á mbl.is þar sem einhver Íslendingur fór að Geysi og hann er svo forviða á því að öll skilti þar, upplýsingaskilti virðast á ensku samkvæmt því sem hann segir og birtar myndir af að hann talar eins og sé einhver minnimáttakenda á Íslandi og síðast í gærkvöldi þá voru við í fréttatímanum að ræða að það væri svona ákveðin plebbaháttur þessu tengdur í ákveðinu tilliti. Nú er þetta kannski að einhverju leyti eða fyrst og fremst menningarmál en mér fannst samt svona kannski kuriós og forvitnilegt að vita hvort aldraðir Íslendingar sem ekki tala neina ensku, það er alveg mörg dæmi það, er búið að svipta þá einhverjum sjálfsögðum réttindum til upplýsinga
sem neytendur á ferðum landið ef þeir fá ekki sömu upplýsingar og aðrir? Já, ég veit nú svo sem ekki hver lagaleg staða á svona máli sko, en mér finnst þetta nú bara asnalegt aðalega að hérna vera ekki með upplýsingar á íslensku á Íslandi. Það er bara mín skoðun að það er náttúrulega, ég veit svo sem ekki af hverju þetta er svona eða hversu í ósköpunum fólk getur ekki notað tungumálið sem hérna hvar ég á að vera orð yfir hvað sem finnst undir sólinni samkvæmt Jónasi. Þannig að hérna ég átta mig ekki á því og finnst þetta bara skrítið sko. Það hlýtur að vera einhver skrítin réttlæting fyrir þessu og fólk hlýtur að laga þetta bara hið snarasta. Ég skrifaði einu svona frétt öldru hjón einmitt sem að höfðu bókað hringinn og bókuðu hringinn og voru á hótelum og ég held að það hafi verið einu tilviki sem að starfsmaðurinn í móttökunni var íslenskur þannig að þau gátu fengið einhverjar upplýsingar en hér að þar við höfum gengið ansi langt og hratt á skömmum tíma í þessum efnum. Jú, ég var einhvern tímann á tjaldsvæðinu á Vík og þar hitti ég einhvern erlend hjón sem voru að vaska upp við hliðina á mér og þau heilsuðu og þau hafðu þá farið nánast allan hringinn, fóru norður fyrir kringum landið og ég var fyrsti Íslendingur sem þau hittu og þau reyndu að spyrja honum úr hvað eina sko, en þau tiltóku sérstaklega að ég hefði verið fyrsti Íslendingur sem þau hittu á ferðsinum landið sem náttúrulega ótrúlegt sko. Já, þetta svakalegt. Heyrðu, en við skulum þakka þér fyrir þetta. Eigum við að ég var svona aðeins þegar ég var að undirbúa hvað mér langaði til þess að spyrja þig út ég fór náttúrulega á ágæta heimasíðu ykkar Neytendasamtakanna og ég fann þar grein njósnahagkerfið og þar segir þegar þú notar eitthvað ókeypis á netinu afar líklegt að þú sért söluvaran. Getur aðeins upplýsta fyrir hlustendur áhorfendur hvað eigi við þarna? Já, við tölum njósnahagkerfið þar sem verið að nota upplýsingar þig og í alls konar tilgangi og þetta gengur upplýsingar þig, hvað þú ert að skoða á netinu, hvar þú smellir á, hvaða myndbönd þú ert að horfa á eða alls konar og úr þessu er búið til datasafn eða safn upplýsinga þig og jafnvel tengt sko kaupum þínum á netinu og svo framvegis og svo framvegis. Algoritmi. Já, og sko þegar þú samþykkir að allar vefkökur á einhverjum tilteknum síðum þá ertu ekki bara þá er ekki bara að vera að safna upplýsingum sko það sem þú skoðar á síðinu heldur líka hvað þú hefur verið að skoða áður og jafnvel gefur leyfi líka til þess að það sé fylgst með þér í framtíðinni líka. Fyrirgeðu ég skýt núna inn í spurningu en ætti maður þá að hafna vefkökum ef þær torvelda manni til dæmis ekki frekara ferðalag á? Já, fyrsta lagi náttúrulega hefur verið fyrirtæki ætti ekki að vera að safna svona upplýsingum. Við bentum á það fyrir 2-3 árum, það voru opinberar stofnanir sem nýttu sér Google Analytics sem reyndar ekki til lengur en og þá voru sko voru upplýsingar netnotkun almennings allra, ekki bara safna saman heldur sko send til Google, jafnvel þó þú hafi verið að vafra vefi stjórnkerfisins á Íslandi og síðan gafstu leyfi sko fyrir því að það er fylgst með þér áfram og þessi upplýsingum samnað saman og búin til svona prófíl þig og seldar svo áfram til þriðja aðila og það er til svona það sem kallað á ensku databrokers eða sölumenn sem er svona milliliðir, þeir bara taka ef þú ert eitthvað sjampófyrirtæki þá getur þú valið sko, fólk sem er á ákveðnum aldri síðhært að öllu líkindum og svo framvegis. Það er frægt dæmi keðju í Bandaríkjunum matvörukeðju og hún sendi 15 ára stúlku
hamingjóskir hún væri ólétt. Og hún var, pappin hennar hafði samband við daginn eftir við fyrirtæki alveg brjálaðir. Og hvaða rugl þetta væri og dóttirinn var bara 15 ára, engin séns að hún geti verið ólétt og ætlaði að hóta að fara í mál en svo kom náttúrulega ljós að hún var ólétt og þá hafði fyrirtækið vitneskju það áður en hún sjálf vissi það. Og það var það bara þannig að konur á ákveðnum aldri sem kaupa eða eru að skoða 8 af 15 vörum eða eitthvað slíkt, þá er það bara nánast öruggt að þær séu óléttar. Og út frá svona hegðunarmynstrum er hægt að búa til alls konar auglýsingavöru þig. Það sem þetta fyrirtæki gerði var ekki að hætta að safna upplýsingum. Þeir hættu bara að láta þið vita að þeir væru að safna upplýsingum og héldu áfram að safna því og hugsanlega að selja það þá til þriðja aðila og með alls konar afleiðingum, ekki bara til þess að fá þau til að kaupa vöru, heldur líka til þess að ýta þér frá einni skoðun til annarar og jafnvel að halda að þér einhverju efni sem er misæskilegt. Þannig að þetta er alveg stór iðnaður og ég hvet fólk til þess að fara inn á vefinn okkur að lesa sér til njósnahagkerfið. Þetta er miklu, miklu starra heldur en flestir gera sig grein fyrir. Þetta er rosaleg saga með þess að 15 ára gamla stúlku og bara, maður veit ekki hvert erum við komin, maður var að lesa einhverjar skáldsögur framtíðina fyrir einhverjum áratugum en þarna erum við jafnvel komin lengra en þetta er náttúrulega algjörlega svakalegt að algoritmin veit meira þig heldur en þú sjálfur. Já, þetta er svakalegt. Sko, eigum við að ræða netþjónustu símafyrirtækja fyrir okkur sem erum á ferðalögum, hann er nú ekki ennþá liðinn sumarfrístíminn, kannski út ágúst eitthvað fram í september sem Íslendingar eru á faraldsvæti. Var eitthvað tímabil var það ekki sem að maður gat svona átti auðveldar með að fara með símann sinn og á þess að vera rukkaður sérstaklega heldur en hefur verið núna, er það ekki rétt hjá mér? Sko, eitt af því sem EES-samningurinn færði okkur var Roam Like Home, það er að segja reikaði eins og heima, notaðu símann þinn í útlöndum, í Evrópu, á evrópska efnahagssvæðinu, eins og þú notar hann heima. Það er engin aukagjöld þegar þú ferð og notar símann þinn í Evrópu og við heyrum alltaf þetta ping, velkomin til Danmörkur eða Þýskalands eða Spánar eitthvað. Hérna er engin aukagjöld, hérna er Roam Like Home í gildi og svo fremst. Vandinn varð til þegar að Bretar ákveða að segja skilið við Evrópusambandið. Þá fóru þeir líka út úr þessu kerfi, út úr Roam Like Home og í staðinn fóru símfyrirtækin að rukka fullt verð og eins og áður, þannig að þegar þú fórst til Bretlands þá greittir utanlandsgjald fyrir alla símnotkun, bæði þegar þú notaði netið og líka þegar þú hringdir eða sendið skilaboð. Þetta er skýringin á því að maður heyrir Íslendingar lýsa því að þeir eru að flogið til Heathrow, taka lestinir í bæ, fara í símann sinn og eru búnir fá svo aðvörun að þú ert búin með 50 evrurnar þínar í dag bara á 10 mínútum á internetinu. En fyrir 2 árum var gerður svo kallaður heildsölu samningur milli símfyrirtækja á Íslandi og í Bretlandi, þannig að það fjallir raun og verið niður en félögin, þeim misfórst að færa þennan hagnað eða til neytenda. Og þannig að þeir héldu áfram að rukka fólk fullt verð og héldu mismununum hjá sér. Og þetta náttúrulega segir bara sitt hvað fyrirtækin og það þurfti hótun frá ráðuneytinu reglugerðarsetningu sem er reyndar að fara í gagnið núna að símfyrirtæki eru núna skildug til þess að láta neytendum eftir þessa bútbót. Og öll fyrirtækin eru núna, held ég allavega ef ég man rétt, eru núna, þá kostar ekki dögulega að nota símann en það var undir þessum þrýstingi reglugerðarsetningar sem þau þurfti hann til þess að þau breyttu
ráð sitt. Og þeir sem hata allt regluverk, þeir fá stundum upplýsingar eins og þú ert að koma með hér, að þær geta svo sannlega verið neytendur til bóta. Já, stundum, neytendur til bóta, já, ég geti sagt bara að fullist að nánast, að nánast langstærsti hluti, ef ekki langsamlega stærsti hluti neytendaréttar kom til við undirritun á samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Áður þá voru engin lög samkeppni, það voru á Íslandi, það voru engin lög neytendaréttur og kom í raun og veru inn í lög með tilkomu EES-samningsins. Alls konar eins og til dæmis lögum fasteignalán til neytenda sem við erum núna að láta reyna á fyrir dómi og við töluðum nú lengi vel síðast. Já. Það eru aldeilis vendingar í því framhundan því að málið verður endurflutt fyrir Hæstarétti núna 16. september, það er stór dagur. Já, spennandi. Og það verður innan mánaðar fáum við síðan Já. En það er annað dæmi neytendarétt sem við höfum fengið frá í gegnum samninginu Evrópska efnahagssvæðið. Og léttir fyrir þegar að Hæstiréttur hafi viljað taka mál. Já, algjörlega. Já, einmitt. Sko, við vorum hérna líka síðast að ræða bílastæðamál. Já. Og ég veit nú ekki hvort það tengdist þeirri umræðu en það var eins og að allt yrði vitlaust næstu daga. Við höfum verið með mjög öfluga frétta umræðu eiginlega síðan að þú komst hérna í síðustu viku og varst að ræða við mig bílastæðamálin og það má kannski segja að það sé komin nýr vendipunktur eða svona það hefur verið ákveðin auka þyngd í því þegar sko einn af ráðherrum Íslands farin að birta á samfélagsmiðlum einhverja svona hryllingssögu. Já, og við hefum svo sem sent ráðuneytinu lengi alls konar erindi og upplýsingar og þannig að þetta hefði nú ekki átt að koma ráðherra á óvart. Það var sem sagt sko, ef mann rétt, það var einhver manneski að núna er það þannig með N1 við Hringbraut, þar voru alltaf frí bílastæði, ég veit þetta því að ég er nágrannið þarna, bý á Fjólugötunni. En svo setja þær upp einhverja gjaldskyldu og það var einhver kona sem ég held að hún hafi bara fengið sér að borða þarna. Og hún var lengur en 45 mínútur á bílastæðinu, veit ekki að það er verið að rukka hana. Og svo kemur rukkun sem minnir að sé 5.700 krónur. Sko við teljum þessi aukagjöld, þessi innheimtugjöld algjörlega ólögleg. Og ekki bara ólögleg heldur líka ósanngjarn. Þannig að við erum með lögfræðiálit það sem segir að það er margir rangar á þessu en margir ólöglegir rangar skulum við segja. Að fyrsta lagi að innheimtulög skulu gilda við innheimtu á þessum gjöldum sem þýðir það að þú hefur 14 daga rétt til þess að gera upp skuld þína áður en að koma til meiri hærri gjöld. Við teljum að líka til vara að þetta séu ósanngjarnir skilmálar. Að þetta vangreiðslugjald sé bara ósanngjarnt og engum takti við það hvað raunverulegan kostnað fyrirtækjana eða innheimtuna og svo framvegis þetta er plús það ef við bæta við að þegar er nýbúið að hefja gjaldtöku á svæði sem áður var frítt þá skildi maður ætla að það væri til einhvers konar sómakennd hjá aðilum þannig að þeir myndi ekki byrja á því strax að dempa á því einhverju svakalegu meintu vanrækslu gjaldi þegar má bara telja góða líkur á því að viðkomandi hafi ekki haft hugmynd að það væri búið að breyta fríu stæði í greitt stæði. Ja, nákvæmlega og það er náttúrulega ennþá með ríkari skylda að merkja vel þá skilmála sem gilda þetta stæði. Og við teljum til dæmis að það sé ekkit sjálfkrafa að þó þú leggir í stæði að þú gangist undir alla skilmálana sem eru í gildi á þeim stað. Þú hafir rétt á því að kynna þér það og síðan hafir þú rétt á að skjóta málinu áfram
þannig að það margir angar á þessu og þetta eitt af stóru málunum hjá okkur í sumar. Þú sagði að 5 kvartanir á dag? Já, 5 til 10 þegar mest er. 5 til 10 þegar mest er bærust. Þannig að já, þetta greinleitt á stóru málunum, það að segja fjölmennustu málum, en þetta hefur líka svona dæmigerð einkenni neytendamála. Þetta ekkert kannski stærstu upphæðirnar fyrir hvern og einn, en safnast nú þegar saman kemur. Þetta sýnir nú mikilvægi þess að hafa einhvers konar samtaka mátt, að við getum sameinast að gera eitthvað í málunum, að því að hver og einn neytandi má sín kannski lítil gagnvart þessum fyrirtækjum, en þegar við stöndum saman þá höfum við mátt. Og við höfum kallað eftir því að ráðherra setjast niður með okkur og skýri leikreglur í þessu. Við höfum komið með okkar álitum hvaða leikreglur eigi að gilda. Það geti verið gagnlegri fyrir ráðherra að funda með okkur en að láta duga að setja bara Facebook-fæslur og eitthvað. Það er náttúrulega hvorttækja. Ég meina, annað tekur 5 mínútur, hitt tekur það að hlusta að taka inn og svo þetta að breyta rétt. Þannig að stundum svona auðvelda leiðinir að taka undir í Facebook kórnum. En einmitt bara allt í góðu að hvetja ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að gerast aðilar í Neytendasamtökunum. Hvert er árgjaldið? Það er 6.9. Það er gjöfin ekki gjald. Gjöfin ekki gjald. Og því fleiri sem eru félagsmenn, þeim öflugri verður starfsemin. Og ég get lofað þér því að það er farið afskaplega vel með fjármuni hjá okkur. Og það eina sem ekki er til sparað á skrifstofu Neytendasamtökunna er vatnið í kaffið. Ég segi stundum þegar við erum að hvetja fólk til þess að styrkja okkur meðal annars til þess að fá aukna almannaþjónustu eins og við erum að reyna að veita hér að 2.750 króna mánaðagjald sé eins og hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur. Ég hef reynt það á eigin skinni og ykkar árgjald það er svona eins og hamborgari með eftirrétt, með vænum ís. Já, við ættum að geta og ári. Já, eitt svolítið ári. En ef ekki bara vera snarpir og stuttir í dag, það er þér líst ágætlega á þessa hugmynd að koma reglulega. Við getum kallað það meinhornið. Við finnum mein og stingum á þeim. Já, akkurat. Við reynum náttúrulega hér á samstöðin að vera ögrandi að gagnrýnin, en fyrst og fremst erum við að reyna að enduróma raddir fólks þarna úti og það sem eru göt í þjónustu eða upplýsingagjöf, við reynum að fylla þau. En það er bara frábært að vera í þessu samstarfi með þér, Breki, og megi Neytendasamtökunum vegna vel. Ég bið að heilsa Brynhildi fyrir nágrannakonu minni á Akureyri. Ég skil að því. Já, og við sjáumst bara þá í næstu viku. Við vitum ekki alveg hvaða dag, en höfum þetta sem fastan leið. Kærar þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir sem leiðis. Og áfram heldur þátturinn, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla þær meinsemdir samfélagsins sem kannski er ekki gefinn gaumur sem skyldi. Í mörgum tilvikum þegar börn og unglingar falla milli skips og bryggju og hafa ekki bjargir einhverju hluta vegna til að feta þá stigu sem æskilegast væri, kemur einhvers konar vanlíðan eða félagslegar aðstæður við sögu, en þó auðvitað ekki alltaf. Sum börn villast illa en koma eiga síður frá því sem stundum var í gamla daga kallað góð heimili.
Oft veit þó enginn hvað gott heimili nema þeir sem þar búa. Stundum eru leyndarmál og feluleikir. Og það hefur líka verið ákveðin opinber feluleikur að mínum mati í nafni frelsisins sem felst í því að við hugum minna og minna að forvörnum kemur að vímuefnanotkun. Orðræðan hefur breyst. Vímuefnanotkun jú nátengd vanlíðan. Við notum einhvers konar efni sem geta verið okkur skaðleg til þess að flýja sársaukans, eitt andartak eða komast í aðra stemningu. Og við á Samstöðinni höfum, hvað maður að segja, síðustu mánuði verið svolítið í því að ræða við forvarnafulltrúa sem lýsa miklum áhyggjum af andvaraleysi. Á sama tíma reyndar hefur verið gagnrýni á skólakerfið en ég veit nú ekki hvort við blöndum því tvennu saman hér í dag. Í vikunni var rætt við Árna Guðmundsson aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum. Það hefur stóraukist og mat Árna var að umbæturnar sem urðu á unglingadrykkju fyrir áratugum, þær væru í stórhættu. Og ég skrifaði færslu á Facebook í gær þá tilfinningu mína líka því að ég hef nú verið lengi í fjölmiðlabransanum að frétta umfjöllunum áfengi hefði breyst í stað þess að töluverð umræða væri svona opinberlega skaðsemi áfengis, forvarnir og ábyrgð gagnvart börnum og ungmennum. Þá væru fjölmiðlar kannski svolítið farnir að veigra sér við að fjalla þetta álita efni. Og það má líka spyrja hvort fjölmiðlar kói í umfjöllun sinni með markaðsöflunum. Þau eru gríðarsterk og setja þann tón að við eigum bara öll að fá okkur í glas og vera hress. Ég held að fjölmiðlar í samtímanum sumir séu jafnvel líka tengdir vafasumum tekjuleiðum einhverjum hætti og þá er ég að tala þá sem að tengjast sölu áfengis og sýna þeim á mikla virðingu. Ég held við séum í afneitun, ósjálfbæri afneitun sem kom í baki á okkur síðar. Og gagnrýnar spurningar þetta hafa náttúrulega ekkert með það að gera að vissulega getur áfengi verið gleðigjafi í góðra vinna hópi hjá þeim sem ekki eru útsettir fyrir neyslu þess. Við erum ekki að ræða það hér. En ég spurði í gær á Facebook hvort hætta gæti verið á því að unglingadrykkjan sem var landlægt mein og mjög áberandi til dæmis þegar ég var krakki gæti blossað upp og ný. Og við mig höfðu samband nokkrir aðilar. Einn þeirra er Harpa Henriksdóttir sem kennari og starfar núna við að hjálpa börnum sem í vanda. Og hún sagði að unglingadrykkja væri farin að blossa upp og ný, hefði blossað upp og ný. Ég vissi ekki að svo væri. Eftir því sem ég skilst þá eru nokkur ár síðan fyrstu merkin fóru að sjást og síðustu 3-4 árin hefur þetta farið úr böndunum, sagði Harpa. Prestur út á landi, hann tók undir þessi ummæli hennar og djáknin okkur og skáld Guðmundur Brynjólfsson skrifaði drullupelar og fróðusnakkar vaða uppi. Misfarandi með orðið frelsi í orði og á borði. Skautandi viljandi framhjá skelfingu alkohólismans, eyðingaröflum hans og þjáningunni sem hann veldur 20.000 áður en þær þúsundir svo mikið sem smakka vín enda aðeins börn. Þá að loka þessum búllum sem selja ólöglega vín og fangelsa eigendur. Í raun ætti að loka þá inni á viðeigandi stofnunum því það get ekki verið heilir menn sem stefna heilsu fari og sálarheill barna í voða fyrir peninga. Og mér fannst það sem ummæli Hörpu vöktu athygli. Það fannst mér bara best væri að biðja hann að koma í viðtal og hingað er hún komin. Vertu velkomin. Hæ, takk fyrir að bjóða mér. Bara kæra þakkir fyrir að koma að afsaka það ég skildi drekja þér með þessum inngangi. Allt í góðu. Já. Er það mál skólafólks nú stundir hér í Reykjavíkurborg að það hafi kannski byrjað að síga og ógæfuliðina ef rétt er að unglingadrykkja sig að aukast með COVID eða? Sko, já. Ég held að það er alveg augljóst að
eftir COVID að þá hefur þetta aukist en við vorum samt farin að sjá merki fyrr. Já. Það var, þú veist, það er svona fyrir, ég veit ekki, 10-15 árum, Já. þá var þetta nánast, þá voru sko í unglingadeildum grunnskólana, það var nánast bara ekki, þetta var bara eiginlega orðið algjört non-issue sko. Þú veist, þetta var ekki svo stórt, það hefur þetta alltaf verið og verða kannski alltaf einhverju svona jaðar tilfelli. Já. Þú veist, það er þannig og við verðum að horfast augu við að það verður líklega þannig. En það sem við sjáum gerast, kannski svona, já, samt alveg svona sko 2018, 19 eitthvað, er að þetta færist sko inn í verður meira normaliserað. Já. Og við sjáum þetta bara svona á viðhorfi krakkana, ég hef alltaf verið með unglinga sko. Við sjáum þetta svona á viðhorfi unglingana til drykkju, þú veist, og hvernig þau tala um þetta, þú veist, þau fara að gera svona, og að þeir sem að drykkjan færist af jaðrinum og nær miðjunni svona á þessum tíma. Já, verður að þeirra mati Já, samfélagslega viðurkennt. Samfélagslega viðurkennt, sko. Já. Þú veist að, það verður svona einhvern veginn viðurkenndara og svo kemur COVID og það hjálpar auðvitað ekki til. Nei. Þegar að þessi einangrum verður og það verður svona þessi upplaust, pínu svona heimsenda stemming. Og börn eru mjög áhrifagjörn. Og það sem er bara svona smá heimsendastemming fyrir okkur fullorðna, það verður fyrir þeim bara algjör, þau sjá ekki fyrir sér að sé neinn framtíð til. Nei. Og þarna, þá freistandi að lifa hver dag já, og þá er bara alveg eins gott að taka bara sénsinn sko. Já. Og þá var, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, að bæði er COVID og svo eru loftslagsmálin. Já, loftslagskvíðin. Þau bara halda, heyrðu, þú veist, ef við deyjum ekki öll núna, þá ferst plánetan hvort sem er. Þannig að, þú veist, ég er ekki að fara að verða nýraður. Nei. Þannig að það kemur fleiri en eitt saman. Já. Og útsetur ungt fólk með öðrum hætti en verið hefur nokkurt skeið. Og já, gerir það og má kannski, þú veist, loftslagskvíðan má kannski bera saman við sko kjarnorkukvíðan á sínum tíma. Krakkar sem voru bara vissir að ekkert yrði. Og kannski reiði. Úlingarinn í 80s, sko. Og kannski reiði gagvart, sko, fullorðnum, foreldrum og stjórnvöldum og akkur er það ekki að gera neitt og margir hafa hann að fengið sér í glas út af einhverja biturð og reiði og sjálfsvorkun og allt það. Já. Og sko, og það, svo er annað sem að við sjáum líka og maður sér að það svona, það vantar, eða sko, það sem að börn eru útsett fyrir eða sko, þú veist þegar að var verið að taka stóra skurkin í baráttunni gegn unglingadrykkju þá hafði fullorðna fólkið sem að var að sjá að taka þetta skref fara í þessa baráttu, það hafði algjört dagskrárvald í lífi barnanna í rauninni. Já. Þau höfðu mjög takmarkaðar, eða ég var náttúrulega unglingur þarna, við höfðum mjög takmarkaðar leiðir til þess að verða okkur úti upplýsingar. Annað heldur en það sem okkur var sent og matreitt í okkur. Ertu að tala tíma fyrir almenna notkun internets eins og samfélagsmiðla? Já. Þú veist, það var ekki kannski unglingarnir höfðu ekki jafn greiðan aðgang að bara allri veröldinni. Þannig að fólki sem ákveður bara, heyrðu, nú verðum við að draga eitthvað línu hérna, það þarf að stoppa þetta, það getur bara dælt inn sínum áróðri, ef við viljum kalla það, og unglingar eru áhrifagjarnir og þetta síast inn. Jafnvel þó að
þú veist, það voru hallarslegustu mömmurnar sem voru á foreldraröltinu og allt þetta sko. Einmitt. En þetta síast samt inn vegna þess að þeir eru bara áhrifagjarnir og það bara, þeir taka við öllu. Já. Þannig að hættustiga unglinga er margföld upplýsingarlega og áhrifalega. Já. Það sem var hérna í algjörlega. Vegna þess að þau núna höfum við fullorðna fólkið ekki þetta dagskrárvald. Ekki bara getum við ekki stjórnað hvaða upplýsingar það eru sem þau fá, eins mikið og við gátum, heldur vitum við heldur ekki hvaða upplýsingar það eru sem þau fá. Þannig að, og það er rosalega erfitt að bregðast við því sem maður veit ekki. Mér finnst ágætt að við spólum aðeins tilbaka núna og ég sem sagt rifji það upp sem ég sagði áðan að meginástæða þess að ég hef haft áhuga á þessum málum núna skeið, það er sko hvað áfengi hefur orðið alltaf sýnilegra og sýnilegra og ég set mjög stórt spurningamerki við það ef ég fer á handboltaleik eða fótboltaleik að það sé bara allt vaðandi áfengi í kringum mig þar sem að jafnvel börn eru stærsti hópurinn og mér finnst að íþróttahreyfingin þurfa að taka sér rosalegt tak í þessum efnum en þetta verður ekki, þetta sprettur ekki úr engu að þegar svona breytingar verða þá er það yfirleitt eitthvað sem hefur gerst í bitum á undan og það er eins og sko fyrir mig sem blaðamann og fréttamann mest alla mína tíð, mér finnst áhugavert að ég bara hef ekki búið yfir þessum upplýsingum sem þú ert að segja að unglingadrykkja hafi stóraukist. Mér finnst að það sé þá, það bendi til þess að sú starfstétt sem áður vann við það að hafa samband við fjölmiðla og senda skýrslur og lýsa áhyggjum og blaðamaður fekk upplýsingar og við gerðum fréttir og við gerðum þætti og svona að bara upplýsingagjöfin þetta það hefur orðið eitthvað rof í henni getur komið inn í það hvort ég hef bara sofið á verðinum og ég hef verið að horfa í aðra ráttir eða eru þessi mál einhvern veginn bara minna í umræðunni en var? Þetta er klárlega minna í umræðinni heldur en var og mér fannst einhvern veginn mér fannst einhvern veginn þetta var eitthvað sem er eitthvað sem er rætt í hópi skólafólks. Ég efast að þú finnir eitthvað unglingakennara sem heldur að hér sé allt í þú veist að þetta sé ekki staðan sko. En við kannski bara og ég held að ég áttaði mig ekki á að annað fólk vissi þetta ekki sko. Við erum oft í okkar búblum bara. Já, sko, þú veist að einhvern veginn í mínum huga þá er þetta eitthvað sem er bara svo klár staðreind að ég bara mér hefði ekki eins og dottið í huga að þess að kom mér á óvart þegar ég þá sá að þú skrifaðir gæti unglingadrykkja aukist á ný. Hún sagði hún hefur gert það. Gamli, þú ert bara steinsofandi. Já, hún hefur svo sannarlega gert það. Sko. Já, sko, getur verið að þetta tengist umræðefni gærdagsins hérna, þá var ég með kennslufræðing sem var að ræða tregan vilja skóla yfirvalda og svona skömm sem fylgdi þessu tilhneigingastingu til stól. Er þetta enn þannig að einhverjir skólar líta það sem... Ég veit það ekki. Ég held ekki ég held að skólar líti ekki á það sem einhverja skömm að koma upp einhver vandamál í nemendahópnum. En það sé fjallað það sko opinberum vettvangi og svona við síðan að setja þetta framar í umræðina. Það getur verið erfitt ef að einstaka skólar eru dregnir inn í einhverja svona umræðu. Þannig að þú veist eins og þetta málefni er náttúrulega ekki málefni einstakra skóla eða eitthvað svoleiðis og svo þegar það kemur upp að það verður eitthvað ægilegt, eitthvað stórkostlegt og það tengist einhverjum hópi innan einhver skóla þá gæti það í rauninni umfjöllun það svona stakt atvika eitthvað svoleiðis, það getur í rauninni gert illt verra heldur en almenn umfjöllun sem að verður að draga fram og ég skil alveg að
þú veist, skólastjórnendur hafi kannski áhyggjur af að eitthvað svoleiðis gerist eða eitthvað svoleiðis ef þeir færa eitthvað að tala sérstaklega þetta en svona út frá sér þess að ég er kannski góðum málum hérna að tilheyra einhverjum skóla ég sé bara svona breiðan hóp getur talað frjálst fyrir vikið. Ég kannski talað frjálsara heldur en einhver sem kemur frá ákveðnum skóla. Það hefur verið smá stofnanatepra í seinni tíð, hefur tekið eftir í fjölmiðlum að það minni vilji til að tjá sig af ótta við að einhverju hugsi nú eitthvað í dag heldur en fyrir 20-30 árum. Ég get borið saman þá tíma að tvenna og mér finnst það bara að vera staðreynd. Og partur af því er kannski það að það er svo mikil, það verður svo mikil heift sko. Já. Samfélagsmiðlarnir náttúrulega. Já, samfélagsmiðlarnir íta undir það að ef þú sko sýnir á þig veikan blett þá verður hann sleginn sko. Þetta er langt í frá einfalt og við erum ekki hér að spjalla saman til þess að reyna að finna einhverjar ódýrar skyndilausnir heldur. En það eru þær ekki til heldur. Það eru ekki til. Við erum að reyna að varpa ljósi á ástandið samt. Hvar geta unglingar stundað drykkju sína vegna þess að áður þau koma saman áður fyrir þá á hana til Hallarísplanið og við vorum með sko alls konar vettvanga þar sem bara eða 16 það kannski komið inn og drukkið að hausinn en svo hefur bara allt breyst og við einmitt bara samhæft átak hérna að bæta þessa menningu og gera það hallærislegt sem að áður þótti sjálfsagt. Hvar geta krakkar Reykjavík komið saman og sko, er þetta allt inn í húsunum? Já, þú veist, heima hjá sér auðvitað, heima hjá einhverjum og eins líka bara svona þú veist, eins og krakkar hafa kannski alltaf gert úti, þú veist við erum bara hangandi á einhverjum bílaplönum og skólalóðum og eitthvað og hérna og það sé stundu krakkin í hagkaupum sem eru nú ekki í góðu ástandi já, bara á bílastæðinu þar fyrir utan bara bílastæðinu þar fyrir utan og þetta er svona og þegar ég tala unglingadrykkju þá bara svona til einföldunar ef ekki bara fella önnur vímuefni inn í Jú, ég held að það sé brennivínið nú ekkert skárra heldur en annað Nei, og það er líka oft fyrsta skrefið það er oft fyrsta skrefið hérna En sko myndur þau segja að til dæmis ef við fyrir aftur 2010 getur þau reynt að meta það hvað samanburði Ég kem utan að landi og var ekki ég svo sem bjó í Reykjavík árið 2010 en hafði þar ekki svona þessi tengsl við unglingana þar en hérna ef ég ber bara svona þú veist það sem ég þekki frá sko 2010 það var og meðan við núna jú, þú veist það var einhvern veginn meira já, það var náttúrulega ekki litið á þetta sem eins eðlilegan hlut að unglingar væri að drekka þau voru hræddari við það og við viljum auðvitað ekki að þau séu hrædd en sumt er hræðilegt sko. Já, upplýsingastraumarnir voru kannski öðruvísi eins og við höfum aðeins verið að tipla inn á sko, það er búið að normalisera neyslu og það er hvatt til hennar já, það má bara segja sig hvatt til hennar beint eða óbeint og sko þannig að það eru þá bara alls konar svona miðlunarlegar og viðhorfslegar ástæður fyrir því að ég held að það sé stór partur af þessu og svo svona þetta hérna það að þau eru svo það er allt svo skipulagt í lífi barna þegar þau eru, sérstaklega þegar þau eru lítil alveg frá því að þau eru bara þú veist, þau eru bara í leikskóla og í hérna og eru svo jáfnvel bara, þú veist, líka í tónlistaskóla og ballett og fótbolta og allt þetta og þetta heldur áfram alveg út allt miðstíð þá er bara rosalega skipulagt starf í kringum börnin þau eru alveg í hérna alveg upp að svona 11-12 ára þá eru þau bara í
stífri dagskrá frá þau vakna þangað til þau fara svo. Er hún of stíf? Ég held að sumuleit hún sé of stíf vegna þess að þau kunna ekkert að láta sér leiðast. Þau vita ekkert hvað þau að gera við sig þegar það er engin skipulögð dagskrá. Og svo verða þau unglingar og þeir sem ekki eru afreks, þeir detta dálítið út á þeim tíma þegar þau verða svona 13, 14, 15 og þá ertu komin með einstaklinga sem hafa tóm til að fylla. Já. Og þau hafa aldrei prófað að sitja bara í sjálfum sér og láta sér leiðast. Og þá ertu síðan með markasöflin að fylla þetta tóm. Já. Og sem ítir undir áhættuhegðun. Sem ítir undir áhættuhegðun, sko. Já. Þetta er allt saman mjög umhugsunarvert. Þú vinnur við að hjálpa börnum sem hafa lent í einhvers konar ströggli. Er það skólaforðun? Já, aðalega skólaforðun. Skólaforðun. En má ekki segja að þetta tengist Jú, í sömu þetta tilvikum? tengist Er þetta allt svona undir stórum hatti? Já. Og það hefur, þú veist, það hefur orðið aukning í það er fleiri unglingar í dag sem ströggla í skólanum. Já. Heldur en fyrir 10-15 árum. Já. Ef við tökum þá sem ekki vilja treysta sér til þess að mæta í skólan, ertu með eitthvað samanburð í dag og fyrir einhverjum x árum? Já, það sko í því verkefni sem ég er að vinna í það sem snýra aðalega þeim hópi að hann hefur tvöfaldast á 10 árum. Hvað er þetta margir krakkar í Reykjavík sem að... Sko, þau eru svona þau sem að koma inn á borð til mín, það voru síðastliðin vetur 180 krakkar. Það er rosalega mörg börn. Þetta eru sum þeirra í ágætismálum. Þurfa bara einhverja svona smá aðstóð eða einhverja hluta vegna bara svona áhugalega séð þurfa eitthvað annað heldur en bara venjulegt bóknám. En hvað var þessi hópur stór fyrir 5 eða 10 árum, veistu það? Svona milli 60-70 krakkar kannski. Þreföldun? Já. Og hvað segja börnin sjálf? Þetta er auðvitað erfitt, sko. Mörg þeirra sjá bara engan tilgang og ef þau hafa engan tilgang þá nennir þau ekki að gera þetta eða vilja ekki gera þetta eða finnst þau ekki geta sem að bara mæti skólan og verða þar. Mörgum þeirra líður bara ofbáslega illa. Já. Og þannig að þú veist ef þið líður illa og finnur ekki tilgang í veröldinni þá ertu líklegar en ella til þess að reyna að leita einhverju flóttaleið. Þá er getur verið mjög góð björgun að geta sleppti að vera með fullri meðvitund tíma, sko. Reyna að flýja þótt ekki verið nema andartak. Já. Hvernig gengur að eiga við hennan hóp? Sko, hver einasti krakki er góðu krakki. Já, því trúi ég. Þau eru, þetta er áhugaverður hópur að spjalla við. Því að þau sjá oft eitthvað sem að sko, ef að kerfið hendar þér, þá sérðu þetta ekki gallan á því. Nei. En þarna er svona komin hópur sem að... Þetta er rýnihópur. Þetta er rýnihópur og það er áhugavert að heyra hvað þau hafa að segja. Já. Og þau, sko, þau þurfa meiri fjölbreytni og svo er það annað, sko, að við sem að störfum í skólum, ég sé alltaf við sem störfum í skólum, þó ég vinn ekki í skóla í dag, en hérna... Þú ert kennari, ég er samt bara kennari. Alltaf kennari. Og hérna, að þeir sem velja sér að vinna í skóla er mjög oft fólk sem að átti ánægilega upplifun af þeim tíma sem það var í skóla. og þess vegna og sjá þess vegna kannski ekki alltaf það sem að betur mætti fara. Og þá er áhugavert að hitta þennan hóp sem að er einmitt ekki á þeim stað. Hittur þú stundu fullorðið fólk sem segir, er þetta ekki bara aumingjaskapur? Já,
á hverjum degi hitti ég það fólk. Og sko, jafnvel þó þetta sé aumingjaskapur, ef að það væri tilfelli, sem ég held að það sé ekki, en ef það væri tilfelli, þyrftum við þá ekki samt að gera eitthvað í því, eða? Jú. Þannig að það kannski skiptir ekki öllu máli, hvort við skilgreinum þetta sem aumingjaskap eða eitthvað annað, sko. Nei, það skiptir einhver máli, nema það að við ættum að nota orð sem að, sem fel í sér virðingu. Já, og sko, og það oft talað þetta, þú veist, að vera unglingur mjög erfitt og hefur alltaf verið erfitt. Maður þekki það ekkert nýtt. Að vera unglingur bara mjög erfitt tímabil í lífinu. Já. Þú ert bara að, það verið að, ég tala stundum sko, það verið að rebúta tölvuna. Já. Á þessum árum. En sko, það má samt ekki gera lítið úr þeim vandamálum sem þau eru að glíma við. Þó að okkur finnist þau kannski stundum smávægileg. Já. Eitthvað bara, þú veist, þetta bara eitthvað væl, eitthvað. Þá þetta mjög raunverulegt vandamál fyrir þeim. Sem þarf að kenna þeim að kljást við. Ef þú verður á stórum fundi og þú myndir segja starfir á Reykjavíkurborg og þú myndir segja, ég held að við þurfum að fara einhvern veginn að horfast í augu við það aðgengi, jafnvel opinbera aðila, íþróttafélaga og annar áfengi og svona, þetta bara orðið mein og þetta bara til trafala fyrir okkar skjólstæðinga og hóp og við verðum einhvern veginn að berjast gegn þessu og reyna að opna augu fólks fyrir afleiðingum í nafni frelsis og annar sem ég nefndi þarna í inngangnum. Hvað myndi fólki í kringu því að segja? Ég hef ekki hugmyndu það. Og enginn að reyna að innbráða þessu? Jú. Auðvitað, jú. En það samt svona auðvitað sko íþróttafélögin eru góðu kallarnir. Það er alveg íþróttafélögin eru góðu kallarnir. Við viljum að börn taki þátt í íþróttum. En það mjög erfitt eins og orðin staðan núna að íþróttafélögin eru sko beggja vegna borðsins. Þau eru með þetta unglingastarf, barna unglingastarf og þau eru virkilega mörg og víða verið að vinna rosalega gott forvarnastarf í íþróttafélögunum sem augljóst og ætti ekki að þurfa að nefna og bara frábært, algjörlega frábært. En svo snúaði sér við og selja áfengi út gluggan. Já. Og eru jafnvel fann að halda fram að ef þau gerðu það ekki þá myndi fjárhæðin legast í sundur og þá orðið mjög stutt í einhvers konar vítarhring, ósjálfbæran vítarhring og einhver staðar verður á einhverjum tímapunkti einhver að segja hinga og ekki lengra við þetta sko að vera að lifa ósjálfbæri stefnu sko, sem kemur niður á framtíðinni. Forvarna stefna getur augljóslega ekki verið ósjálfbær. Þá hún ekki lengur forvarnir. Já. Og þú veist það þyrfti einhvern veginn að sko, já, eins og ég segi íþróttafélögin og íþróttahreyfingin hún getur ekki verið í báðum þessum hlutverkum. Hún getur ekki bæði verið að ýta undir neysluna og þetta og berjast gegn henni því að þá verður baráttan gegn, það verður alltaf þannig að baráttan gegn það sem mun virka sem lygi eða sýndarmennska. Já. Því hitt staðreind. Þannig að þú tekur undir það með mér að það þurfi svona vitundar átak. Já, og það þarf í rauninni bara að kannski marka einhverja ákveðna stefnu, þú veist, hvert ætlum við með þetta? Ef að íþróttafélögin eiga að vera forvörn, þá verðum við að ákveða að gera það þannig og það þarf þá að taka það alla leið. Sko. Já, Kristrún Frostadóttir segir að ég viðtali við Moggan í dag að meðal stærstu verka ríkisstjórnarinnar
séu svona mál sem tengist atvinnustefnu, en það eru margir sem upplifa að núna séu veskin opin í fyrir atvinnulífið og í varnarmál, öryggismál en þessi forvarnageiri og mál sem einu sinni voru kölluð mjúk á ritstjórnum en eru það svo sannarlega ekki, þau eru grjóthörð en að þetta eigi allt svolítið undir högg að sækja. Er eitthvað til í því? Ég veit það ekki. Já, ætli það ekki. Allavega, já. Sko, ég sé mikla umræðu sko ofbeldisforvarnir og svoleiðis sko umræðu forvarnir í geðheilsumálum og svona þó ég sjálf kannski ekki alveg sé það nógu vel í einhverju aksjón sko en þessi forvarnir gegn þessari neyslu unglinga á vímuefnum já, hún á undir högg að sækja og leitin að inntaki lífsins á kannski undir högg að sækja en síðan þetta sko, þú veist, ofbeldisforvarnirnar og forvarnir gegn, í geðheilsumálum eru auðvitað bara partur af þessu sama það svo oft sem neyslan kemur annarkvort í kjölfarið á vanlíðan, ofbeldi kemur í kjölfarið á neyslu, þetta er allt rosalega samtengt. Já. Þannig að ég held að þessar forvarnir sem er svo mikið verið að tala núna, ofbeldisforvarnir og forvarnir í geðheilsumálum, það má ekki taka neyslu forvarnirnar, það má ekki setja þær út í kuldan á meðan, því að þær eru partur af þessu. Sko. Og við megum auðvitað ekki gefa, við megum auðvitað ekki líta undan, við megum ekki gefa neitt afslátt á því ef ómenning er að leysa menningu á hólmi, því að við vorum svo stolt yfir þeim árangri sem að náðist, hvað varðar unglinga og neyslu áfengis og annara vímuefna. Veistu hvort það sko er til bara eitthvað skapalón sem að þarf að reyna að sækja aftur eða eins og þú nefndir áðan, eru tímarnir svo breyttir að það þarf þá að umbylta aðferðunum sem að... Sko, það er áhugavert að víða út í heimi þá er til módel sem heitir íslenska módelið í forvörnum unglinga. Akkurat. Og margir hafa verið að nýta það sem er í rauninni bara þessi uppskrift sem að var farið í hérna á 10. áratugnum eða 9. og 10. áratugnum. Einmitt. Sem við mættum kannski alveg dusta rikið af að einhverju leiti og þóttu sem með internetið og samfélagsmiðlana. Þú veist, og það þarf bara að bæta því við. Já. Það vantar rosalega svona þetta taumhald, sko. Þú veist, þetta félagslega taumhald. Það vantar þetta félagslega taumhald. Og það þykir leiðinlegt að vera að ræða þetta sem við erum að ræða núna. Þú ertu bara ekki að taka þátt í þessu partíi, sko. Nei, og það er auðvitað meira gaman að vera með í partíinu. Já. En ef að partíið á að geta haldið áfram, þá verður samt að vera einhvers konar, einhver rammi utan það. Er það ekki? En ég held að við þurfum, það er vissulega, þú veist, ég meina þetta módeli til, og ég hef alveg séð umræðu að það eru að myndast foreldrahópar sem eru að byrja að sjálfur leggja fram sem eru að byrja að vinna í rauninni svolítið eftir þessu en það vantar sko stóru samstöðuna eins og var þarna að það komu allir með allt samfélagið kom með á þennan vagn, bara heyrðu við ætlum að taka þetta það er frábært að foreldrar í einstaka skólum fara að huga að þessum áhættu stöðum í sínu hverfi, fara að taka foreldraröld, vekja, þú veist bjóða upp á eitthvað fyrir unglinga og svona en það vantar sko stóra að það séu allir að gera þetta á sama tíma og það séu allir með og sjálfshjálpar hópar á jafningagrunni frábærir eins og þeir eru vinna náttúrulega enn betur ef það er eitthvað miðstýrt eða opinber stuðningur sko, og félagsmiðstöðunar eru frábærar þær eru bara æðislegar og þær eru að vinna frábært starf félagsmiðstöðunar út í hverfunum hérna í Reykjavík og út allt land og þeim tengt er líka sko
svona eftirlit í bænum, það er sem að hérna, svona flakkandi félagsmiðstöð. Hverfis, já. En svo verða krakkarnir 16 og þá voðalega lítið fyrir þau. Þegar grunnskólanum sleppir, þá myndast rosalegt gat. Þá eru framhaldsskólarnir að skipuleggja, nemendafélög framhaldsskólana að skipuleggja viðburði og svona. Og sem eru samt ekki jafn reglulegir eins og þetta félagsmiðstöðarstarf sem er náttúrulega frábært, og það sem við þurfum eru ungmennahús sem að eru ungmennahús þar sem að unglingar eða ungt fólk 16 til 22 ára, 16 til 25 ára hefur athvarf til þess að stunda uppbyggilega samveru. Því að það sá vettvangur í rauninni ekki til. Árni Guðmundsson taldi það ekki tilviljun, forvarnafulltrúi sem satt hér í vikunni, taldi það ekki tilviljun að ekki einasti íþróttafréttamiðill hefði rakið vandræðin við áhengandahóp Brøndby, þarna danska fótboltaliðsins, við sölu áfengis á Víkingsvellinum. Og hann vil meina að sem sagt við séum bara kerfisbundið að stinga undir stól hlutum sem við þyrftum að vera að ræða, meinum og svo framvegis, og ég mörgluð sammálunum. Við höfum áttað okkur á því í seinni tíð að markaðsöflin eru með bara hreðji að taka á mörgum okkar og krakkar kannski með veikan bakgrunn sem að njóta minni stuðnings og festu frá foreldrabaklandi og systkinum og öðrum slíkum, þau eru náttúrulega, má ekki álíta þau séu útsettari fyrir markaðsöflunum. Já, algjörlega. En í svona, hvað maður að segja, í skjóli markaðshyggjunar og óheftir að ítaka markaðsaflana þar sem að þau hafa bara fengið að vaksa meir og meir, spreða upplýsingum út alla kanala, burtséð frá siðferði, burtséð frá ábyrgð, burtséð frá forvarnagildi og öllu því. Þetta bara, það er margir sem upplifa þetta bara svona stjórnlaust. Já, ég er sammála því að það ákveðið stjórnleysi í gangi í þessu. Það stjórnleysi að ýmsu leyti ágætt, en þá þarf siðferði, Einmitt, þá þarf siðferði. Já. Og stefna sem í grunninn mannfjandsamleg með þeim hætti að hún virðir í engu neikvæðar afleiðingar. Já. Og ef að neikvæðu afleiðingarnar eins og til dæmis í þessu dæmi með þessar fótboltabullur, ef þeir held ekki á kortinu og dósinni og meðan þeir kýldi eitthvað, þá kemur þetta mér ekki við. En afleiðingarnar, við þurfum að taka ábyrgð á því að eitthvað shit sem við gerum, afsakið, getur verið... Þú mátt segja shit við þetta rauðaból. Að eitthvað sem við gerum getur haft slæmar afleiðingar, þá verður maður að skoða hvað get ég gert til að hjálpa. Já. Það ekki bara, annars munið þetta alltaf fara í eitthvað spíral niður á við og endi í ræsinu, Þannig að get ég þá álíktað að þér finnst gott þegar fjölmiðlar reyna svona aðeins að móast við eins og við hér með þessari umræðu. Við verðum að gera. Þótt sennilega kalli maður á sig helling af hægri podcastum þar sem að gert grín að því að þau á samstöðinni eru alltaf að láta eins og heimurinn sé að fara til helvítis og allt það. Þetta stemningin hefur verið svolítið svo að í stað þess að þetta hafi verið eðlilegur hluti að fjölmiðlaumfjöllun umliðina áratuga eins og ég minnist þeirra, þá ertu núna orðin bara einhver mjög svona grömpi kall, fúllamóti, beiskur, sennilega eitthvað klikkaður. Þarna hefur orðið mikið breyting. Það hefur orðið kannski, breyting á þessu, þetta var svona, náttúrulega,
Já, við erum bara kannski leiðileg, sko. Bara, og þurfum að vera það. En það þarf einhver að taka það að sér, sko. En ég vona að fólk sjái í gegnum þetta, sko. Þú veist, þeir sem eru á kafi í partíinu, þeir eru kannski ekki fólki sem er marktækast í umræðinu vandamál partísins. Nei. Ekki alltaf, sko. Nei, en það ákveðin freistni vandi fyrir samfélag að stinga undir stól. Já, það miklu þægilegra, sko, að það sé bara gaman. Já, sé bara gaman. Það mér mjög mikilvægt að það sé gaman. Ef bjórin á áhorfendapörlunum lækkar bara 100 kall í hverri viku, verður það ekki bara að hafa það þótt 180 krakkar treysti sér ekki til þess að mæta í skólan, hvort unglingadrykkja hefur aukist, hvort börnin sem áður ætluðu sér að verða afreiksfólk innan íþróttafélagana verða svo bara alkoholistar af því það alltaf allt löðrandi brennivín í kringu þau. Já, þá segir fólk á móti bara já, en þú veist, ég meina, þau völdu sér það, þau hafa val. En í þessari umræði eins og ég hef stundum sagt, sko, að það þarf, frelsi er frábært. Það þarf bæði að hafa, sko, frelsi til að gera hluti, en það þarf ekki síður frelsi frá hlutum. Já. Og börn og unglingar, mér finnst þau eiga rétt á frelsi frá því að hetjurnar þeirra séu notaðar til að markaðsetja vímuefni. Já, frelsi til að sleppa við ákveðið áreiti sem getur reynst skaðlegt. Já. Mér finnst það mjög góð afstaða. Við ætlum að halda áfram, Harpa, að fjalla þetta mál og í víðum skilningi vonandi. Ég hef nú eitthvað verið að reyna að fá aðila til að tala um mig frá hinni hliðinni, einhver hluta vegna þá gengur það nú aðeins erfiðar. Það annað sem að mér finnst að hafa breyst í fjölmiðlaumfjöllun að þetta er eins og þessi stærra skref núna að koma bara og lýsa þenni skoðun og kannski það er líka tengt samfélagsmiðlunum að þegar er búið að dreifa myndbandinu að því þá er viðkomandi útsettari fyrir einhverju og kannski fólk orðið hrætt við að missa út úr sér eitt rangt orð, eina vitlausum málstöð, en það verður bara að hafa það. Sko. Já, en ég held líka, sko, já, fólk er hrætt við að missa út úr sér eitthvað vitlausu og eitthvað svona, en ég held samt, sko, það er bara fólk á ákveðnu aldurspili held ég sem að er þar. Já. Svo jafnar þetta sig aftur. Já, við vonum það. Ungt fólk í dag er alveg vant því að allur heimurinn viti allt sem það gerir, sko. Já, einmitt. Þannig að það er kannski við miðaldra fólki sem þurfum að leita niður og sækja okkur kunnáttu að þetta sé nú ekki jafn stórt mál. Já, en svo eru náttúrulega samt líka, þú veist, það er rosa erfitt að segja einhverja vitleysu og svo er það kannski bara dregið upp í hvert skipti sem að þú segir eitthvað næstu 20 árin eða eitthvað. Svo er bara ágætt líka fólk hafið það bara svona almennt í huga að þar sem að auðurinn er mestur og valdahnyklarnir eru þykkastir, þar er oft mesta ástæðan til þess að spyrja gagnrýninna spurninga og þessi korporismi og þessi peningar, þessi markaðsöfl sem við erum að ræða, afl þeirra, styrkur þeirra er rosalegur. Og þau hafa rosalega mikil völd. Já, þau hafa mjög mikil völd. Mikil meiri völd heldur en við gerum okkur grein fyrir. Sko. Já, einmitt. Business, politík, korporismi getur orðið að eitraðri blöndu þóttu við sættumst við kapitalist hagkerfi og það hefði marga góða hliðar þá skefja laus útþensla og markaðsöflin ein og sér ánæmið þessar ábyrðar sem þú nefnir. Það er ekki uppskrift að góðum heimi. Ég held að engum detti það í hug. Nei, og ég held ekki einu sinni hardcore kapitalistarnir halda það. Það þarf alltaf einhvern ramma. Já. En Harpa Henriksdóttir, kæra þakki fyrir að koma. Þú er sem sagt verkefnistjóri hjá Reykjavíkurborg
og hefur ert með það núna meginatvinnu að vera í sambandi við krakka sem ekki líður nógu vel, Já, svona, erfitt að fara í skólan. Það er svona minn stærsti kunnahópur. Já, það er þinn stærsti kunnahópur, en þú ert með augun og eyrun opin fyrir þessum meinsendum sem við höfum verið að fjallum. Já, og bara kærar þakkir fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Þú mátt halda áfram að láta að þér kveða og við kannski verðum í sambandi með einhverja frekari viðmælendur í þínu ranni þar sem þú þekkir til. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum Rauða borðin áfram eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við vorum í gær að ræða Kína. Ragnar Baldursson, samanburðarstjórnmálafræðingur sem hefur búið lengi í Kína, á landinu og býr þérna núna á Íslandi, eða ekki? Jú. Og Kína bara svo stórt að ég ákvað þarna í lok samtalsins að fá því til að koma aftur. Hugmyndin var svo að ræða annars vegar Kína, hvernig það fungerar og svo hvernig Kína í alþjóða pólitíkinni. Við ætlum að reyna að tala Kína í heiminum hérna á eftir, en mér langar aðeins að staldra lengur við Kína eins og það í dag. Og eitt af því sem að fólk veltir fyrir sér og svona misjafnt hvernig áherslu fólk leggur á það, að þarna kommunistaflokkurinn við völd og hann á að reka einhvern svona sósíalisma eða kommunisma, koma honum á. En þarna kapitalismi leyfður og grasserar. Stundum þegar fólk horfir til uppgangsins í Kína þá segir að þetta afl kapitalismans. En maður getur bent á önnur lönd sem að hafa reynan kapitalisma þar sem að ekki þetta afl. Og þess að langum við að spyrja þig, það kapitalismin? Þegar hann var leystur úr læðingi sem að umbreytti Kína? Eða Kína að umbreytast vegna þess að Kína undir stjórn kommunistaflokksins? Það má eiginlega svara þessu spurningum báðum sem játandi, en ekki. Og ég er kannski búin að vera dálítið lengi í Kína, þannig ég hef farin að sjá hlutina meira svona í svona dialektísku samhengi eða gagnvirku samhengi að yfirleitt að vera aldrei neitt hreint svar já eða nei og það ef þú talar við Kínverja þá tekur eftir því að ef þú ert aldrei að reyna að fá já eða nei, ertu sammála þessu eða ekki og það alltaf já en eða já það nokkuð rétt en og svo kemur hinliðin vegna að allt sem gerist í heiminum gagnvirt og það er með þetta Já, stundu vitna í það Martin Luther gamli síðanbótamaður. Hann sagði einhvern tímann djöfullir stjórnar heiminum með einu orði. Það er orði en. ég vissi það ekki en það skýrir reyndar, hann var mjög harður heittrúarmaður og hann taldi það til dæmis að það væri bara tvö öfl og það væri hið illa og hið góða. Var vissu orðljótur með sjálfur en hann sagði það væri þannig að öll dýr merkurinnar væru annarkvort á djöflunum eða var á Guði. Ekkert einu því. Nei, og flugurnar, húsaflugurnar sem truflaði við lestur, það var svo djöfullin vildi trufla við lestur á biblíunni. Þannig að ég trúi þessu en gott að vera. Kemur að fundu upp einið og nota það. En það er þannig að rauninni hefur Kína verið öflugasta hagkerfi heims eiginlega svo lengst af frá því að sögur hófust, frá því áður en Rómaveldi hófst eða það leyti sem Rómaveldi að myndast, að þá var Kína orðið mjög öflugt menningarsvæði og síðan myndaðu ríkið svona svipað leyti og
en með öðrum hætti. Og kínverska ríkið hefur allan þessa tíð, í 3000 ára minnstakosti, einkennst af verkaskiptingu á milli mismunandi iðngreina og til handverks og landbúnaðar, hrísgrjónaræktar og mismunandi landbúnaðar og til dæmis silkið var í Sútró og í Suður Kína, Suðaustu Kína. Það var framleitt silki, hrísgrjóni voru framleitt þarna í kringum árnar í Suður Kína og Mið Kína og lambakjöti kemur frá norðurhluta Kína og steinstyttur eru framleittar það veru undanfarin 700 ár veru framleittar í einhverjum borg í norður Kína sem í 300 km fjarlægt frá Peking og svo náttúrulega líka Suður Kína. Þannig verkaskipting í kínverska heiminum að hún mjög vel þekkt og þeir hafa náðu mjög góðum tökum á henni. Í ópíumstríðinu að þá var þetta brotið upp og það var beitt aðferðum sem svona ekkert ósvipaðar og hefur verið beittar í Mexíkó og Suður Ameríku og hluta til í Bandaríkjunum og Suðuríkjum að með því að múta hluta samfélagsins eða yfir stéttarinnar með bara eiturlyfjum að þá það brotið niður og ríkið veikt og það getur ekki staðið í lappirnar og þá veikist allt hagkerfið Annars út af eiturlyfjunum hins vegar ógnar gróða af þeim sem spillir yfir stéttinni. Já, hvort ekki bæði gróðin og svo líka náttúrulega áhrif eiturlyfjana. Þannig að þetta framlag englendinga til má segja til heimsviðskipta í upphafi það var að þeir græddu alveg óhefum mikið á þrælaviðskiptum og á eiturlyfjaviðskiptum og svo náttúrulega á einokun sem var einkennir allra þessar heimsvalda á þessu tíma. Hinn Portúgaladir og Spánverjarnir þeir hegðuðu sér öðruvísi og Frakkarnir náttúrulega voru alltaf með Guð í farabroti og voru trúboði. Þannig að ýmislegt að sem við sjáum gerast í dag afleiðing þessa og þegar og veikleiki Kína og hrun kínverska hagkerfisins að það stafar einmitt af því að maður rekja það einmitt til ópíumstríðsins og svo náttúrulega innri afla og innri átaka í Kína sem voru á þessu sama tíma að valda bara innan stjórnarinnar og Bretar notfærðu sér það það var tafið eða sem druglað hagfræðinga og stjórnmálfræðinga og bara sakfræðinga að Bretar skildi ekki taka yfir, skildi ekki stofna nýlendu í Kína en það má útskýra það náttúrulega frá heimsástandinu í heiminum og þessum tíma þetta skömmu eftir beinu framaldi af Napóleonstríðinu og englendingar voru ekki tilbúnir til þess að fara í heimstyrjöld, aðra heimstyrjöld við því að Napóleonstríð var náttúrulega fyrsta heimstyrjöldinu í rauninni yfirráð í Kína þannig að þeir gerðu það sem var langbest þeir drógu tennurnar úr kínverska ríkisvaldinu fengu því framgengt að útlendingar væru með sem réttið og diplómatar hafa í dag þar að segja lög Kínaveldis náðu ekki til útlendinga bara alls ekki þannig að útlendingar gátu drápa einhvern eða voru að lemja einhvern og þá var ræðismaðurinn kallaði til því að kínverska lög gátu ekki gert það og kínverska ríkið það fékk það hlutverk eða kínverska embættismennir að verja forréttindi útlendinga og þetta ástand upphafið að niðurlæðingu í Kína því að þá eru þeir brutu upp upphaflega kerfið og Kína var það bara beinu niðurleið. Japani komað hann inn í og náttúrulega sér þetta þegar þeir fóru að herma eftir eða fylgja fordæmi evrópskrar heimsvallarstefnu og leggja undir sér nýlendur í Asíu og inn á meginlandi Kína að þá fengu þeir forréttindi líka og byrja að leggja undir sér Kína og svo brotnaði það upp Síðan Mao-tímabilið svo í takkinu kínversku söguna bara svona hraðlöpi að það útlendingar voru bara reknir frá Kína og Kína svona
reyndi að finna sín eigin leið, þeir rugluðust eitthvað af sovjaskum kommunisma og heldur það að þetta væri eitthvað leið til þess að ná forklöpi eða fara fram úr Vesturlöndu, þau vildi bara endurreisa Kína. Sem var kannski ekki galin hugmynd því að iðnvæðing Sovétríkjanna og uppbygging þar hafði verið gríðarlega öflug. Já, en hún, já. Á sama tíma var kreppa á Vesturlöndum. Já, menn gleyma því náttúrulega. En það allavega hendaði ekki við þá, sko, þann bakgrunn, þeir reyndu þetta 30 ár. Og þannig náttúrulega höfðu útlendingar þeir náttúrulega bara engin réttindi í Kína þessum tíma, það voru ekki forréttindasett og svo þegar þeir taka upp stefnu opnunar umbreytinga þá Kína algjörlega opnað fyrir útlendingum og þeir eru leitt að koma inn en þeir eru áfram forréttindastétt og það fyrst núna sem Kína er búin ná nægilegum efnahagslegum þrótti að þeir eru búin að raunverulega mestuleiti afnema forréttindi útlendingi í Kína forréttindi vegna laga það var svona skömmu fyrir þess að undantekning frá kínversku lögum að það var skömmu fyrir lok seinni heimsstyrjaldarinnar sem því var afnumið að það var náttúrulega stríð í Kína og þeir voru ekki undanteknir kínverskum lögum á tímabilinu og náttúrulega heldur ekki eftir á tímabilinu umbreytingana en ef útlendingar komu fullar hendur fjár inn í landið og inn í þorp ykkur staðar að þá var lögreglan ekki mikið að skipta sér að þeim. Þannig að það er svona tímabilið sem þetta 30 ára tímabil síðan eftir. Það nú kannski bara vald peningana þegar að auðmaðurinn kemur í þorpið. Já, það er það sama. Aðra reglur. Já, og það var jafnvel þó að mengaði og þó að ylli umhverfisspjöllum og svo framvegir að þá var þeir leyft að halda áfram, en þetta er búið, þetta tímabil búið, nú er komið nýtt tímabil og það sem er athyglisvert við það er að Kínverjar að segja að útlendingarnir eru ekki farnir, það er að segja fyrirtækin eru ekki farin og Kína er ennþá öflugasta framleiðsluríki heims og það er ennþá og það er búið ná sko, ég veit ekki hvað það er alltaf helmingi af svona fjöldaframleiðstri verksmiðjuvöru er framleitt í Kína orðið og þeir eru framleiða fyrir allan heiminn og það er sagt, já það er bara kapitalismin en þetta var gert í Brasilíu Brasilíu hefur búið útlendinga velkomna eða gerir það Nígería, Afríka önnur þróunaríki og svo framvegis en Kínverjar þeir eru búin að umskipta sínu hagkerfi frá því að vera landbúnaðarsamfélag, stærsta landbúnaðarsamfélag í heimi yfir það að vera stærsta iðnvættasamfélag í heimi og hvernig stendur þessu og þetta er þess vegna sem ég sem að ég var til þín einmitt, sko, þetta er þetta kapitalisman sem að Marx heillaðist að mætti orða þannig þá svarar eða er þetta vegna þess að þarna er kommunistaflokkur sem að hefur tök á uppbyggingu samfélagsins og er með plan uppbyggingu þess sem veldur því að þetta samfélag rís að meðan önnur sem hafa hleypt kapitalismanum inn, mönnum með fullar töskur af peningum í svokallar erlendi fjárfestingu, að þau samfélag lyftast ekki. Já, ég ætla að svara þessi ekki þetta, það liggur í hefðbundinni kínverskri menningu og liggur í samfélaginu sjálfu og mannlegum samskiptum liggur í dygðum þeirra dygða kerfi það er allt öðruvísi dygðuna líka allt öðruvísi á Vesturlöndum og vinnumóral og eða segja siðferði það er öðruvísi og mannleg samskiptur Kínverjar eru öðruvísi það er engin leið að skýra þetta öðruvísi vegna þess að þetta er blandað hagkerfi í dag og þeir nota meðvitað ýmislegt úr kapitalismanum. Ríkið er allstaðar líka. Það hefur stýrandi áhrif. Þannig það er líka. Þannig að þetta er hvorki Sovétríkin eða Bandaríkin og séð frá Kína þá er umverulega munurinn á Sovétríkinum og Bandaríkjunum ekki meir en svo eða Vesturlöndum en svo að þeir töluðu sósíal heimsvaldastefnu og bandaríska eða vestræna heimsvaldastefnu og mann eftir því þegar ég var ungur og var að stúdera þessi fræði sem unglingur að þá
áttum við aldrei erfitt með hugtaki sósíalheimsvaldastefnu vegna þess að það var búið að stimpla það að heimsvaldastefna væri bara samkvæmt eðlisínu kapitalísk. En Sovétríkin hegðu sér ekki þannig. Þeir voru ekki með kapitalist hagkerfi, þeir voru með ríkistýrt hagkerfi. Og það er fyrst núna sem ég átta með þetta eru volið menningarlegs eðlis og heimsvaldastefna fólst í því að þeir skiptu sem Austur-Evrópa, henni var breytt í nýlendur og þeir sögðu kannski við Ungverjinni að þið framleiðið þá vín og Úkraína var að framleiða korn og svo var ykkur öðrum löndur sem var stál og svo framvegis og þetta er innan Sovétríkin líka sko, þá var verkaskipting og hún sko og líka í Kína sem varst að lýsa? Nei, þetta eru Sovétríkin. Kína ég sé að þú varst að lýsa sömu verkaskiptingu. Já, Kína er þannig að þá er það þannig að stór hluti Kínverja hefur í 20.000, allavega í 10.000 ár að þá hefur hafa íbúar landbúnaði hér hana í mið-Kína að þeir hafa unnið að hrísgrjónarækt sem er eiginlega svo, sko, ef þú ert að framleiða matvæli að þá er mestar hitaeiningar á flatareiningu. Það kemur frá hrísgrjón. Í hrísgrjón. Það með verið að skildi soja en það er bara svo erfitt að geta það. Já, ég má segja að það er í sko matvælum sem við framleiðum. Og það gerur ekki mjög mikill í samvinnu og þar sem eru tiltölulega stór svæði sem eru kannski taldari 20.000 að þeir vinna saman af því að flóðavörnum af því hvernig þeir byrja að gera ákveðna þætti í þessu og þeir voru, þannig að það er uppruni kínverska ríkisins en ekki sko í hernaði og þeir fengu síðan þegar byrjuði að myndast ríki í nágrenni við þetta svæði að þá komust þessi ríki sem voru styrjöldum innbyrðis hljóta því að þeir gætu ekki, þeir skildu bara láta bænduna vera og hafa viðskipti við þá og þannig hefst þessi viðskiptamenning að... Þú varst múin að lýsa henni að það væri jafnvægi kínverska ríkisins að halda jafnvægi milli ólíkra byggðarlaga sem að væri að framleiða ólíka hluti og til þess að halda þessu jafnvægi þá var þetta að friðsæla viðskiptamenningu því annars situr þú eftir kannski bara með silkið og ekki borður það og getur ekki keypt hrísgrjón á þeim sem að framleiða. Þú varst síðan að lýsa að í Sovétríkjunum þá hefði verið eftir að segja þá að þar hafi verið knúin fram slík verkaskipting? Nei, í Sovétríkjunum þá var það bara heilu ríkin að þau voru sett í það að vera með eitthvað þeir notuðu, það er eins og breytanir að þú ferðu eitthvað svæði og lést að framleiða sykur og síðan þurftu að kaupa allt annað frá þeim eða bændurnir í Bengal sko, þeir eru að framleiða ópíum og höfðu verið að framleiða matvæli þá fóru breytanir að senniði matvæli keyptaðum ópíum og þeir Sri Lanka þá kendu þeir að rækta te og þá gerðu það háða hverjir öðrum það er hérna, sko, sovjíska heimsvaldastefnan var líka þannig. Fljótubræði getur þetta verið sama kerfið, en mentalitetið er gerálegt. Já, það er líka þannig að líka svæðunum sem eru í Kína, sem eru í framleiðslu í sko gamla bændarsamfélaginu, að þá voru all svæði sjálfu sér nóg fæðuframleiðslu. En þau voru í viðskiptum til dæmis, það borðar reyndar enginn á te, te er bara drykkur sem þú nýtur og finnst vera mjög hollur og góður og þau líður vel. En þeir gerðu þetta að te forréttindastéttan eða yfirmannana eða fólk sem hafa duglegra bænda eða eitthvað, þeir vildu fá te og svo seldu þeir hrísgrjón í staðinn og það var meðvitað unnið að því þá að fólkið í fjallahérðum skildi þá framleiða te og te vex oft í hæðum þar sem þátt annað vex og er kannski best þar sem er alveg á mörkunum að geta vexið. Nákvæmlega og þá vann kínverska ríkið að því að hækka verðið á tei, það var eitt keisarinn skrifaði bók te, bókin te, Tsajín á Sungtíðanbillinu og það var einokun á teverslun og sett var verðið á teinu þannig að það borgaði sig fyrir þá tebætutum sem voru í sveiturum í fjallurum að það framleiða te og selja borgarbúum teið sem var að háa verði og fína fólki drakk þar og þeir fóru þá ekki ránsleiðangra til borgarinnar á meðan. Þannig að lausnin við vandamálum þeirra var að
gera verkaskiptingu og láta það verið háða hver öðru en þannig að allir myndu græða á því. Þetta er beinlínis, það má segja að þetta sé kapitalist hugtak, Bandaríkjamenn tala stundum win-win. Markaður var náttúrulega til löngu áður en kapitalismin til. Kapitalismin er það að sá sem heldur auðnum, hann heldur völdunum. Já. Það er ekki markaður. Kapitalismin getur lifað án frjálsins markaður og leiðir umverulega til einokunar af fágjöfinni. Þannig að þú ert með harðarkenningar á þetta, en það má segja það kannski, en þá er spurning hvort það kemur að sé með kapitalisma vegna þess að þeir ríkisfyrirtækir eru líka í framleiðslu og samkeppni og svo framvegis. Þetta er mjög flókið. En menn auðgast mikið í Kína. Kína er reyndar auðkýfinga. Já, það er þannig þegar að þú kemur með góða hugmynd eða finnur upp eitthvað undan öðrum, að þú ert í markaði þar sem eru 10 milljón manns, þú þarft ekki að selja mjög mikið til þess að vera auður, eða ef þú hefur komist yfir land sem síðan verður allt innu verðmætt þá getur auðgast. En núna á síðustu 15-20 ára þá verður slegið á puttana á auðvasta fólkinu og það eru fyrirmæli frá flokknum og ríkinu að þeir verið þá að láta sitt af hendi renna til velmögunar og til almennings og þeir verið þá að styðja einhver góðgerðaverkefnum og svo framvegis. Það er ekki ólígarkar í Kína sem hafa tekið yfir iðnfyrirtæki sem áður voru í eigu ríkisins, tekið auðlindir. Var tíma, en það er búið að taka það af, sko. Það er svo, ég veit ekki, vorum við ekki að gera eitthvað með veiðileyfagjald eða eitthvað nýlega á Íslandi? Það var verið að hækka það eilítið, já. Já, og það þýðir að við viðkjöndum það sem auðurliðin þjóðarinnar og þá ákveður hluta því að ganga til þjóðarinnar og gera það náttúrulega áður með ýmsum hætti. En í Kína þá er það alveg klárt að all land hefur, og ekki bara núna, síðustu 50 árum eða 100 árum, tilheyri ríkinu, það er að segja að samfélagi heilsinni hefur aðstu yfir öllu ríkinu og það er ekki bara eitthvað sem kommunista komu með. Það var þannig að keisarastjórnin í gamla það, hún gat alveg gert þetta líka og gerði það stundum, sko, að þeir raunverulega voru aðsta yfirvaldið. Það er svo, þetta er svona föðurlegt vald í þeirra hug. Það er að segja að pappa og mamma þau ákveða að minnstu ástið þegar ég bað hvað ég á að gera og hvað ég fyrir skóla og ríkið hefur sitt að segja kannski það að þau kannski ef þau vilja fara einhvern annan skóla að þá gera þau sitt til þess að flytja kannski búferlum eitthvað til þess að senda mig í annan skóla og staða kínverska ríkisins og ríkisleiðtogans og kommunistaflokksins sjálfs er svolítið eins og annars vegar er það eins og svona einhver alvaldur föður af kínversku þjóðarinnar sem ber ábyrgð á velferðinnar, það er leiðtoginn og flokkurinn er síðan útfærsla á gamla ættarvalda kerfinu þar sem hann fær að halda völdum ef hann uppfyllir þetta skilið í gagnvart þjóðinni. Já, en ef hann gerir það ekki þá geta liðið áratugir eða aldir á endanum þá kínverjarnir reyna að fá vald sem að stendur undir þessari menningarlegu kröfu að ríkisvaldið sem er þessum hætti. Já, ætli að sé nú kannski ekki AI eða robótarnir sem taka yfir. Það getur nú gerst fyrir, sko, sérfræðingaveldi. Þá er þetta skiptis út fyrir, ég ætla aðeins að því að ég spurði um kommunisma og kapitalisma og þú leggur áherslu á svona menningarlega atriði og varst eiginlega komin í því að benda á menningarlegan mun á milli Kína og Rússlands og svo kannski engilsaksnesku ríkjana sem hafa í sér einhvers svona eðli heimsvaldastefnu og kannski rússneska keisaradæmi líka sem erfist síðan alveg sama hvort þú skiptir yfir í kommunistaflokkin eða yfir í Putin að þá heldur áfram eitthvað svona eins og eðli ríkisvaldsins þarna. Þannig að þegar ég spyr þig hvort er það sem að veldur uppbyggingu Kína, kommunismin eða kapitalismin, að þá ert þú líklega að segja að ég sé að spyrja svolítið frá svona vestrænu sjónarhorni, að ég sé að koma með svona vestræn hugtök og reyna að klína upp á Kína og þú helst myndur vilja segja bara Kína er Kína, sko. Og Kína getur alveg tekið kommunisman og kapitalisman og aðlaga þetta og leikist við þessu. En þegar botnin er kvöld, þá heldur bara Kína áfram sínu striki.
Já, en þetta er ágætis lýsing. Það er nefnilega þannig að og ég hef komist að því, ég náttúrulega fór fyrst í Kína þegar ég var 19 ára gamall og ég horfði á allt með mínu menningarglerugum. Fólk kemst ekki hjá því þegar það er að horfa á umhverfið og læra eitthvað nýtt, að það sér það sem þeim verið kennt að sjá. Hvern heiminn eins og þau hafa lært að sé. Og það er bara áhrif á hvernig hugsa. Kemur með alla fordóma þína. Fordóma og réttararanga skoðanir svo framvegis, það er bara þannig. Ég hef stundu nefnt að þegar ég kom til Afríku, þá kom mér svo óvart hvað ég var lengi að yfirvinna bara svona inngróin ótta við svartamannin. Að finna bara til frelsi í hópi svartra manna. Það tók mér bara 3 vikur og það var bara, þetta var, kom mér mjög óvart hvað maður er raunverulega lamin. Og hamraður af allskins þvælu. Þetta er athyglisvert vegna þess að ég hef orðið fyrir svipari reynslu í Kína, ekki hvað var kemur, en ég var í Japan líka í námi og síðan starfaði ég sem diplómat þar og ég var 4 ári námið þar og Japanir hafa mjög sterka kynþáttafordóma gagnvart heiminum. Þeir sjá það svolítið út frá hver er öflugastur og sterkastur og þeir töpuðu í stríði gegn Bandaríkjamennum og þeir eru þar að lendur Bandaríkjamenn efst á listanum yfir voldugustu þjóðheims og hvíta fólkið svolítið, það er lítið uti þeirra, það gefst upp með að tala kannski ekki alveg rétt af japansku. Kóruumenn til dæmis sem voru hluti af japanska heimsveldinu og voru neyti til að læra japansku í upphafi síðustu aldar, þegar Japanir innlumuða í Japan, að þeir eru á botninum og þeir líta nýður á kóruumenn og í skólanum þar sem ég var að læra, ég reyndar kínverska heimspeki, hefðbundna kínverska heimspeki í Tókjó háskóla, að þar voru nokkru kóreskir nemendur og ég, upplýði sjálfa mig vera að minna mig á það að þetta væri alveg jafn klárt fólk og venjulegt fólk eins og Japanir og eins og ég. Að fá fordómagafur, þeir líta alveg eins út. Og gekkst inn í fordóm annara. Já, og það er vegna þess að það er í samfélaginu og það er líka að það er hópur fólk sem í upphafi umbreytingar Japans í lok 19. aldar, 1860, 70, 80, þá þurfti að endurskipuleggja samfélagið, þurfti að fólk vildi ekki vera til dæmis að vinna í sútunavinnu og vera þá til áþrifanlegt að vinna í kjötvinnslu og lík grefturinn og slíkt, að það var ákveðið þetta þorp í þessu héraði skildi gera þetta og þeir voru kallaðir þorparar eða þorpsmenn, brakkumín. Og þeir lendu á botninum í japanska samfélaginu, það var ekkert sögulegt bak við þetta, það bara ákveði svona og það var ennþá, ég vissi þetta ekki, tók mig 2-3 ára að uppkvæða þetta, svo komst ég að því að þetta væri svona og ég man eftir ég kom inn á bar sem með japansku vinni mínum og hann hvíslaði á mér að konan væri brakkum mín, væri sem þorpari frá og ég bara ég fær allt inn í fordóma. Það var bankakerfið, það hafði upplýsingar í Japan 3 kynslóðar aftur í tíman og hverja manna fólk væri, hvort það eru kóruumenn eða brakkumenn, þetta hafði áhrif á launatröst þess og það var að setja lög til að banna þetta. Og þannig að þetta, og ég hef upplifað þetta sama. Þegar þú kemur svo til óharnaður ungur maður, 19 ára gammal til Kína með vestranglerugu, og hvað sástu í gegnum þau glerugu? Já, ég sá náttúrulega eitthvað sem var allt öðruvísi og ég skildi ekki neitt og ég hafði náttúrulega lesið eitthvað Má og kom það forvitni að sjá hvernig benningabildingin var og svona. Fólki var ánægt, það vann sína vinnu og það var bara allir fátækir, líka embættismennirnir og það voru forréttindi að eiga reiðhjól og við fengum þarna jafnverði það voru 100 og það er svona $10 á skólastyrk á mánuði og það dugði til að framfleyta sér og vel það vorum í efri stjettinni og þar $10-20 og ég gæti keypt með reiðhjól og það kostaði eitthvað þetta eða $100 svaraði $10-15
og hérna það voru fáir veitingastæðir, þessi fáir veitingastæðir var alltaf tróðfullt af fólki, það var ekkert ofbeldi, Peking var örugasta bara borg sem ég hef komið í og enn reyndar og þannig að þetta var allt öðruvísi og ég skildi ekkert að þessu og það má segja að ég hefi eitt ævin í það að reyna að skilja Kína en Kína eru þetta mannleg samfélag, það eru mannlega tilfinningar og það eru fjölskyldur og það fólk hegða sér svona á grundvelli tilfinninga en menningin, hvernig það hugsar og siðgæði það er öðruvísi. Það er ekki að hjörtun slái eins hvað sem er í heiminum. Hjörtin slá alveg eins en það er að vísu heldur kemur í fordóð að meðan hugsaði með hjartanu ef ég segja heilis í öðruvísi og ég hef verið að lesa líka Ég menn okkur að spyrja þessu hvort að segja það að þessum spyrja hjörtun eru einstaklingarnir mannskepnan er hún alltaf eins hefur sömu langanir og þrár en síðan er það samfélagið sem að við erum innan í og hvernig lögmál þess geta verið ólík og þú sér að kynverið er bara öðruvísi áttu við að ná inn í það hvernig viðhorf mín til mín sjálfs eða þín eða samfélagsins séu eðlis ólík því sem er hér Ekki eðlisólík, en þau eru ólík. Eðlið er það að maðurinn getur breytt þér. Og þegar ég var að læra stjórnmálafræðina og mér varst að vera svolítið svipuð reyndar nauðþykju massískra efnisíkju. Það segja, það er svona ABC og gerir þetta og gerist þetta og svo gerist það aldrei raskat. Sko. Bara gerist eitthvað allt annað. Sko. Ég held að stjórnmálafræðin hefur aldrei haft rétt fyrir sér neitt sem hún hefur spáð. Þú miskilur mannin. Já, það er nefnilega málið er að þessi stóra spurning heimspekinnar er hvort að maðurinn sé eðlið sinni góður eða slæmur. Ég notaði eðlið svo mjög frjálslega þarna. Það sem ég var að meina svona, það sem að drífur okkur áfram. Hæfileikin til að læra og breyta okkur sjálf. Við erum það sama hvort sem við erum í Kína eða í Kópavogi. Já, sá hæfileiki er svo sami hvað sem þú ert þegar þú fæðist og hvernig þú breytist í þinni menningu og hvernig þú hugsar að það er mismunandi eftir mismunandi menningu. Þetta er það skoðun sem ég held Þú leggur svo mikla áherslu á þetta sé ólíkt. Ég verði eiginlega að fá þig til þess að útskýra fyrir mér. Að hvaða leyti er þetta ólíkt? Það er... Hefur þú breyst, þú talar maður getur breyst, ert þú orðin kínverskur? Ég stend beggja megin. Ég sé hlutina svolítið eftir umhverfunu sem ég er í hverjum sinni og ég get alltaf skilið íslenska afstöðuna og ég náttúrulega var upphaflega ólst upp í íslensku samfélagi þannig ég hugsa í grunninn sem íslendingur en ég skil líka að hvernig kemur ég að hugsa og hvernig er hugsa öðruvísi og ég á svolítið erfitt með að skilja hvernig bandaríkjamenn hugsa og sumir en ég til þess komist að því að þess bandaríkjamenn auðvitað hugsa öðruvísi en Þjóðverjar og það er sögulega hægt að útskýra það er til dæmis ég veit ekki hvort að almenningur áttar sig á því hann er svo vanur því að hugsa það að Þjóðverjar hafi verið grimmir og hafi brotið undir sig reynda sameina Evrópu að hann áttar sig ekki á því að Þýskaland var sameina friðsamlega upphaflega að Bismarck og Vilhelm keisara sem þá var að það var vegna þess að það var hagkvæmar að fella niður tollamúrana og gera þetta einu ríki og vera með viðskipti og síðan er Bismarck fyrir til Danmerkur og segir Dönum nú ætla ég að taka af ykkur þetta þessar síðsta hluta Danmerkur, Slesvík og Holstein og Danir náttúrulega voru ekki hrifnir með það og saga segir að danski kongur hans þeir getum við ekki verið þá bara Danir hluti af þýska heimsveldinu eða Þýskalandi og Bismarck hafi náttúrulega, ég veit ekki hvort þetta er þjóðsaga sko, eða það getur verið að hljómandáldi líklega að sagði nein, eða sko hann allavega sýndi engan áhuga fyrir þetta alla Danmörku vegna þess að englendingar hefðu aldrei samþykkt það og þar kemur sko þessi Danir voru upphaflega fyrir Napóleónsstríðið, þá voru þeir öflugt sjóveldi og heimsveldi og þeir höfðu og Noregur var hluti af danska heimsveldinu og síðan í Napóleónsstríðinu þegar það voru frakkar sem voru að reyna saman í Evrópu að þá komu englendingar og bruttu það upp og Danir voru þannig að reynda að vera beggja veginn borðsins og vildi ekki taka afstöðu með Englandi og þá stáluðu flotanum af Dönum og tók af þeir Noreg og síðan tóku þeir
Svíjar voru eiginlega bandamenn svona Breta en kannski ekki mjög sterkir og svo voru rússar og þá tókuðu Finnland af Svíþjóð, gáfu Eystrasaltsland ríkin til hérna Rússland, til rússana og neyddu síðan Svíja til að taka Noreg sem það engan áhuga á. Og Ísland einhvern veginn flutandi á milli og það vildi ekki taka Ísland, þannig Ísland og hluta Danmörku. Allt sem að gerast í heiminum í dag og öll þessi læti og öll þessi átök og hvort það er milli Kína eða þessi núningur sem þar takk eftir því að það ekki verið barist, það ekki búið að skjóta einn eða einn í einhverjum átökum milli Kína og Bandaríkjanna. Þannig að þessi svo kallaða heimsstyrjöld sem á að vera hafist, hún ekki hafin, en eins og það eru styrjaldir, eru einhvers konar sýnistríðir sem eru í gangi og að þetta ekki svona en styrjaldirnir sem við höfum séð að þeir voru allum Evrópu og það varum yfirráði í Evrópu og það var og ef við horfum á þetta í sögulegu samhengi þá það sett England sem ekki þoldi og vildi ekki að Evrópa sameinaðist og ég ekki að finna þetta upp, þetta Churchill sem talar þetta sjálfur, að þetta sé stefna englendinga og hafi verið stefna englendinga og þess vegna hafi þau farið þessar styrjaldi, bæði Napóleónsstríðið og heimsstyrjöldina fyrir og heimsstyrjöldina síðari og það var talið sigur þegar þau tókst að koma veg fyrir það, jafnvel fyrir lýðræðið og jafnvel þó að þegar Sovétríkin hefur stofnuð og jafnvel þó að helmingur að Evrópu hefur hluti á sovéska heimsveldinu. Það var sigur lýðræðisins og við lærum þetta í sögubókunum og við höldum að okkar menningagleru hafa ekkert með þetta að gera sko. Þetta bara eins og við sjáum sögun eins og við lærum það. Það sé sigur að Evrópa sé ekki saminuð frá sjónarhóli Englendinga og Bandaríkjanna. Já. En hvernig nú stríð í Evrópu? Ég held að reyndar sko ef maður horfir á ég held að við settum síðan þá var ég svona tala við skuldum og ekki fara að tala mikið um þessi stríð í Evrópu. Það eiginlega ekki hægt að komast hjá því. Nei, við erum að spyrja líka afstöðu bara Kínverja til Úkraínustríðs. Þú varst að tala þetta og þá getur maður að sé að það markmið einhverja að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Já. Til þess að því að Evrópa ef að við myndum tala eins og Kínverjar og jáfnvel bara eins og menni í Pentagon sem að vilja geta hort 50 ár fram í tíman þá myndum við líklega geta komast þar í niðurstöðu það verður engin friður í Evrópu nema sé friður á milli Evrópu og Rússlands þannig við ættum að stefna þangað. Já, það bara ekki markmið það ekki markmið það ætti að vera markmið Evrópu Evrópa hafi bara ekki sjálfstætt markmið heldur taki upp markmið annara. Ég held reyndar sko, þau markmið sem stjórnmálastéttin í Evrópu og annars það setur sér að hún mótast af afstöðu almennings og þau eru kosnir í lýðræðiskosningum og mótast af þeirri afstöðu sem almenningur hefur til þessara mála og það mótað af sögunni eins og þeir hafa lært hana og eins og þeir eru. Þannig að ég held að Evrópu, stjórnmálastéttin í Evrópu og jafnvel einstaka íslenski stjórnmálamenn að þeir séu sjálfur sér heiðarlegir þegar þeir gráta yfir börnunum sem að deyja vegna þess hvað rússar eru vondir, ég held að það er öfurlega hugsið svona. En ég hef tilhengu til þess að skoða þessi mál og þessi sko mín afstaða í þessu kannski eða skilningur á þessu endurspeglast af því að ég hef kynst mjög sterkt í hvernig Kínverjar líta á heiminn og það að þetta séu hræðilega átök og það sé skelfilegt að það skuli vera þessi bræðravík á milli Rússa og Ungverja og Úkraínumanna og að í rauninni sé þetta sko eftir fall Sovétríkjanna þá Úkraína verður hún sjálfstætt ríki, þeir láta kjarnorkuvopnuna hendi til þess að því að enginn treysti þeim fyrir kjarnorkuvopnum, hins vegar Rússar treyst fyrir kjarnorkuvopnum Þeir voru náttúrulega með þau Ég veit að þau voru í Úkraínu og þeir fengu þau og þeir höfðu sýnt að þeir eru ábyrgir einhver ástæðu þá vildi hvorki ég Vesturlönd eða Bandaríkin né Rússar að Úkraínumenn væru með slíku vopn Suður Afrikanar hafðu þróað kjarnorkuvopn með Ísraelsmönnum, apartheid-þjóðirnar stóðu saman í því og svo en þegar að verða valdaskipti þar að þá skilaður einhvers staðar læsið þeir hefðu átt 5 kjarnorkuodda og það sagt að þeir hefðu skilað Bandaríkjunum af því að
svartri í Suður Afríku var ekki treystandi fyrir kjarnorkuvann. Já, þetta vissi ég ekki, en þetta er mjög skynsamlegt og hérna sjálfsagt bara alveg hárrétt. Og það er þannig að það er ekki vafa á því að Rússar réðust inn í Úkraínu og hérna og ég held reyndar eftir að hafa hugsað þetta frá tilbaka að þeir hafi bara Putin og stjórnmálastéttin í Rússlandi hafi gjarnan viljað stríð og hafi talið það bara ásættalegt að gera það við Úkraínu. En málið er Úkraínu menn verðast hafa haft svipað afstöðu. Eftirfall Sovétríkjanna þá skiptu olíkardarnir í hérna Rússlandi og Úkraínu eignum hérna Sovétríkjanna með þeim hætti að þeir fengu hvor sitt yfirráð yfir auðlundum hvort síns svæðis eða síns lands. Og núna voru náttúrulega Vesturlanda mjög búar, sérstaklega Bandaríkjamenn mjög og eitthvað Bretarnir þarna, mjög virkir í því að hérna reyna að fá eitthvað bita úr þessu og blöndust inn í það þegar að vera að skipta reitum þarna í Sovétríkjunum og Austur-Evrópu. Og síðan, ég var að vinna í utanríkisráðuneytinu að Northern Dimension eða norðurlægu víddinni og markmið hennar var að gera að sameina Evrópu eða Vestur-Evrópu við hagkerfi Rússlands og gera það háð hvort öðru og gera það meðal annars með því að sameina eða tengja í vegakerfin og flutningakerfin og lestakerfin þannig að það var auðvelt að stunda viðskipti. Þetta er ekki búið að gera enn það. Þetta er svolítið í kínverskum vanda. Já, sko, og kínverjarnir, það er engin, þeir vita alveg upp á hár að fyrsti keisarinn sem var fyrir 2000 sameinaði Kína við 2200 árum, að hann var ábóðslega grimmur og hann drap alla yfirstéttina í Kína, lénsveldinu, gamla Kína og sameinaði Kína með hervaldi og þetta var svona svipað eins og miðöldum Evrópu, hvernig þeir börðust og mynduðu bandalag. En mesta framlag hans til sameininga Kína og til sögu Kína var að hann sameinaði flutningakerfið. Þá voru þau með vegi sem voru með þannig að þeir voru með hjólvagna og sem voru dregnir á hestum og það voru mismunandi breytt á milli hjólana. Að það var sameinað, það er sett sama hjól, vittin á milli allra milli hjólana í öllu Kínaveldi og það voru lagði nýju vegir. Hann sameinaði flutningakerfi, skurðaflutningakerfið í Kína, þar sé árnar og skurðir sem voru flutningakerfið í kínversku ríkjunum sem voru fyrir þann tíma. Það var sameinaði eitt ríki. Hann sameinaði ritkerfið, hann sameinaði, það voru til kínversk tákn mismunandi útgáfur mismunandi ríkjum. Hann sameinaði einingarnar, það var pundið var mismunandi þungt í mismunandi ríkjum og síðan einingakerfið var sameinað. Þetta gerði hann og fyrir bragðið þá má segja það að uppruni kínverska ríkisins sem heimsveldis að það er frá þessum tíma og síðan síðan kom glundróði eftir að lést og hann var það harkalegur að menn réðust gegn því og voru ekki sáttir en síðan er það hann keisarættin sem sameinar Kína þannig að 200 árum fyrir Krist og svo síðan takaður upp kínverska sameiginlari heimspeki, ekki trúarbrögð, heimspeki fyrir allt ríkið og það er konfúsísmi og taoismi og bókinum veginn og það allt saman. Og fram að því að þá er þetta leið sem að Evrópusambandið var í sjálfu sér að reyna að fara með því að sameina myntina og Evrópusambandið hefur náttúrulega verið að sameina innstunguna fyrir síman okkar og gera það svona auðveldari og líklega þeirri trú að það muni leiða til friðsemdar. Og þess vegna var Kínverjar mjög mikið skilning á og tengt til Rússlands. En síðan gerist það allt í einu að Evrópa kemst á því að þetta sé röngleið vegna þess að með þessu að þú framleiðir silkið og þú hrísgrjónin og þú með oljuna þarna í Rússlandi, gasið, að þá gerum við okkur svo háð tilteknum aðilum að sjálfstæðið okkar er í hættu og þess vegna hættu við skiptum við þann sem er að selja okkur gasið.
Já, ég veit ekki alveg hvort að segja að hérna Evrópa hefur komast að sér niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ráðandi öfl og pólitíska stéttin í Evrópu, að hún er þessar skoðunar og ég held líka að ráðandi stétt og ríkjandi stétt í Rússlandi séu sömu skoðunar. En þetta er stórkostleg breyting, þegar þú varst að vinna í utanríkisráðuneytinu og bara segjum 2005 eða eitthvað, að þá voru allir í Evrópu á þessu að hérna, frjáls viðskipti milli landa, verkaskipting og annað slíkt myndi vera hérna, staðsta atriðið til að tryggja frið í Evrópu. Núna getur þú farið í öll ráðuneyti alla Evrópu, þú er engan sem segir þetta. Engan. Þetta er náttúrulega alveg skelfilegt vegna þess að ef þú horfir orðið í sögulegu samhengi þá finnst mér, sýnist mér og ég get alveg sagt þér það að hérna kemur stjórnvöld og kemur skor almenningur er þeirra skoðunar að þetta sé alveg skelfilegt. Það er að segja það er verið að etja til ófríðar, það er verið að reyna að leysa mál eru aldrei leyst með styrjöld, bara aldrei með ofbeldi. Það er afstaða hérna, ekki til langs tíma og svo framvegis, það er afstaða Kínverja og það er afstaða, já mín afstaða var reyndar áður ég fór til Kína, þá hafði ég þess afstöðu því að ég er esperantisti og hérna esperantistar eru svona ekkert mjög hrifnir af landamærum milli ríkja vilja að heimurinn sé einn heimur og þetta er ólupíski draumurinn er hérna einn draumur og einn heimur sko. Það er hérna að mannkynið er eitt. En það er mismunandi og það er allt í lagi. En það sem við erum að horfa á upp í Evrópu, gott og vel, fólk er mismunandi og það verið hérna á Evrópusambandið varðveitir þetta mismunandi á milli ríkja þó það hafi sameinað og mismunandi sko þjóða þó að þeir hafi sameinað myntkerfið og einingarnar og það allt saman. Þá stóru leiti lögin og já, verulegu leiti og hérna meira segja dreigið þá Íslandinga með sér í Evrópska efnahagssvæðinu en það er en iðnaðurinn, ef þú hefur ekki aðgang á ódýra orku þá hrynur iðnaðinn. Þannig að þetta eru endalok Evrópu sem bara leiðandi heims hérna, og Þýskalands og svo framvegis sem leiðandi iðnríkja og það er þá eina leiðin fyrir þá er að tryggja leiðandi stöðu sína í heiminum á ákveðnum sviðum að það er í gegnum þá tekninýjungar og hérna þá notkun þessara nýjunga og í dag að þjóðverarnir hafa verið mjög skynsamir og frakkari sjálfur sér líka sko þeir hafa einfallega fjárfest og stórfyrirtæki, sko, þeir eru orðin alþjóðlega eðlið sínu, þeir eru ekki reyndur sko lengur Benz eða Mercedes-Benz og hérna BMW og Ford og þessi fyrirtæki, bifreiða fyrirtækin og fleiri að þeir eru sjálfur sér ekki þjóðulega þannig að því að megin hluti hagnaðarinn annars þar og hvar? Jú, þetta í Kína, vegna það er sterti markaðurinn. Þannig að, og það á líka við bandaríska framleiðendur. Þannig ég hef enga trú á því að bandaríski bílaframleiðendur, það er ekki að gerast þessi að draga sig út úr Kína. Það er hérna heimurinn, sko heims nattvæðing, hagkerfi heimsins er komið það langt að það verður ekki aftur snúið. Í mínum huga þá er þetta raunverulega dauðastríð, sko, þess kerfi sem við erum ólst upp við. Og það er skelfilegt að horfa á það fólk falli fyrir inn í þá gildur að það sé eitthvað eðlilegt við það að vera að heyja stríð og að það sé eitthvað sem var á að halda áfram til framtíðar. Stóra fréttin í heiminum er kannski ekki að Kína reis upp sem stórveldi vegna þess að það er sjálfsöglega frétt sem við sakfræðingar grunaði og Kína sérfræðingar grunaði myndi gerast. Það var frétt þegar það var ekki stórveldi. Það er í sjálfsöglega ekki með því að Kína sé stórveldi. Já, rauninni sko. Nei, það er að hérna mannkynni var hérna getur framfleytt sjálfur sér. Það er að segja að matvælaframleiðsla í heiminum var nægjanleg til þess að framfæra mannkyninu einhver tíman lókseinust aldar, einhver tíma 1980 eitthvað svolítið í grænubyltingunni þegar menn eru erfðabreyta grænmeti og hérna matvælum og korni. Það er enginn að þurfa að fara svangur að sofa og enginn að óttast að hungrið. Nákvæmlega og hérna... Þannig er það ekki í heiminu samt. Nei, það er alveg skelfilegt og það er bara af mönnum og stjórnmálastéttin sem er ekki að stjórna heiminum rétt. Sko það þarf kannski stjórnmálastétt og hún á þetta sko, gott og skilur kosið lýðræðislega en hún á ekki að vera kosin á grundvelli
skrums eða falskara lofvorða, einhverju sem hún veit að framkvæmir ekki. Þannig að þegar stjórnmálamenn á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum alveg sérstaklega sem eru með kosningar á 2 ára fresti í fulltrúadeildinni, að þeir eru alltaf að tala til kjósenda og alltaf að gera eitthvað fyrir litla hópa og alltaf að leita að einhverju sem getur stutt á. Og þá er ekki, það er ekki hugsað til lengri tíma og hverjir greiða kosningabaráttuna og hlusta á Þorvald Gylfason þegar ég var á leiðinni hingað í. Og hann var einmitt að tala komið svolítið inn á þetta að það er löglegt að múta stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum, hann notaði ekki þau orð en það er það sem það er. Þetta er ekki löglegt í Evrópu en það er náttúrulega svona á mörkunum stundum en það það kemst upp að einhver fyrirtæki sé að borga stjórnmálamönnum fyrir að ganga sinni erinda, þá er það ólöglegt og þeim ekki greiðar reglur kostningaframlög og svo framvegis. En það er löglegt í Bandaríkjunum og líka að vopnaframleiðendur sem greiða mest á hernaði að þeir kosta alla stjórnmálamenn í Bandaríkjunum nema kannski hvað er hann, Bernie Sanders. Ég held að hann sé ekki hann er ekki, honum er ekki mútað af vopnaframleiðendum, en allir aðrir. Frá sjónarhóli í Kína þá er Úkraínustríðið harmleikur, bræðravíg og þetta er að veikja Evrópu og rofin á milli Rússlands og Evrópu. Rússland er hálfu evrópskt ríki. Veldur því að Evrópa hefur ekki aðgengi að orku, að hagkerfin sem að byggðu þessu upp af kolunum og náðu styrk í gegnum þau, að þau eru raunverulega að borga dýra orku og eru þar alveg að veikja sig til lengri tíma evrópskt hagkerfi. Já, bara strax veikingin kemur alveg leið. Já, og það er ekki hægt að sjá að það sé ykkur laust. Þú ert ekki að veikja, þú ert ekki að hætta að kaupa orku af Rússlandi fyrir að þú með ykkur laust, hvað þú ætlar að fá hana. Já, þeir eru ekki hættir í rauninni. Það kemur ekki inn í Indland og alls konar. Já, það er meira, það er menn er ekki að tala mikið um það, en gasið kemur ennþá úr Rússlandi, bara kemur skipum frá Norðuríshafinu og það er fransk olíufyrirtækið og bresk olíufyrirtækið sem eru greið. Evrópa er ennþá að kaupa orku og það jafnvel þó að verið að semja frá Rússlandi er bara miklu, miklu dýrari og hækkar allt verðið og jafnvel þó að Bandaríkin hafi neitt á til þess að samþykja að fara að flytja orkun frá Bandaríkjunum að þá er gasið sem Bandaríkin með framleiða að nú aðalega í Alaska og með getur bara hort á hnattin til þess að veltaði fyrir sig hvaða leiðir ætla að sigla með gasskipin frá fyrsta lagi þarf náttúrulega að byggja þau, það er líka að byggja útskipunhöfnina og það þarf að hafa sigla kringum halvan hnöttin til að komast inn í Evrópu með þetta gas og olían sem þeir eru að framleiða það nægir ekki og það er náttúrulega Íran er framleiða hellinga olíu en það má ekki koma með það inn á markaðin heldur. Nei, og í ofanalega þá er Evrópa herrvæðast og taka æ stærri hluta landsframleiðslu sinni og verja til hernaðaruppbyggingar sem að mun náttúrulega til lengri tíma draga úr getu velferðarkerfisins til þess að byggja hér upp góð samfélag nema að verði einhver umtalsverð breyting bara á þjóðskipulaginu. Horfa kynverar á Evrópu sem í einhverju svona hnignunarástandi. Og einhverju svona hálfgerðum sjálfsfróðsleiðangri. Þeir elska Evrópu og þeir koma til Evrópu til að sjá náttúrulega menningar arfleið Evrópu þegar það var leiðandi á sviði menningar og taka mjög mikið miða því sem Evrópu er að gera velferðarkerfið sem þeir eru að reyna að byggja upp að það er byggt á norrænni og norður-evrópskri fyrirmynd. Það er ekki bara Norðurlöndi sem á getur velferðarkerfi og þetta er ekki þeir sem almenningur er mikið að hugsa en ef þú fer að tala við eitthvað kynveri og kemst í gegnum það að bara eitthvað venjulega mann sem fylgist með að svona og hann er svolítið að Varbergi vegna þess að hann vil ekki vera að tala eitthvað um Evrópu eða neitt að þá er þetta náttúrulega bara horfaður át af með þessum augum þess að stendur utan og þetta er ekkert nýtt í sjálfur sér að menn hafa átt að segja á þessu, þetta var
menn eftir að komi í lok seinast aldar, þá voru bækur sem voru að tala öld Asíu og hnegnum Evrópu og svo framvegis. Nú við erum bara að horfa á þetta að gerast og viðbröðum við því sé að byggja upp her, svona miðað við núverandi ástand, þá er það skynsamlegt. Það er að segja séð út frá þessu tölvuleik sem við erum í, sem er að þetta er eins og tölvuleikur. En ekki með heiminn sem þú ættir að stefna? Nei, þetta er ekki með þetta er í langtímamarkmið. Langtímamarkmiðin þau voru ákveðin í lok seinustu aldar þegar Gro Harlem kom með hugtækið sjálfbæra þróun, að maðurinn mætti ekki eyðileggja híbýli sín. Það er að segja að við búum öll á jörðinni. Og þú verður að hafa langtímamarkmið og að móta skammtímamarkmiðin í takt við þau. Nákvæmlega. Því að skammtímamarkmiðin með ekki hindra því að komast þangað sem þú vilt vilja fara. Og sem náttúrulega fyrirverandi starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þá hef ég mjög sterkar tilfinningar til utanríkismála og til utanríkisráðuneytisins og íslenska ríkisins, og ég er sannfærður það að Íslendingar hafa svona almennt séð lagt mikið til málana á alþjóðavettvangi með sem rödd friðar og rödd sjálfbæra þróunar. Við tölum almennt og yfirleitt með þessar rödd. Nú stækkar varnarmálaskrifstofan mest í utanríkisráðuneytinu. Já, það er spurning hvað varnarmálaskrifstofan á að gera. Það hefur bent á og íslenski stjórnmálamenn sem allavega hafa bent á að loforðum að bæta landvarnir, að það snýst nú kannski líka á vörnum gegn náttúruvá. Og ég var í fulltrú Íslands í Norðurskautsráðun í 5 ár og vann með Norðurskautsráði voru mjög virk samtök og einbeittu sér af áhrifum loftslagsbreytinga, og við vorum að rannsaka möguleika á opna norðursiglingarleiðarinnar Norður-Íshafið, og þá var til dæmis eitt af verkefnunum var að vinna með sjálfbæra orkunýtingu, og ég man eftir að hafa farið á fundi þar sem hitti einhverja menn frá einhverja grænfriðunga sem myndist, þetta var fundur í Vín sem var sjálfbæra orku, og ég var eini fulltrúi Íslands, og ég sagði voru að spjalla við þennan grænfriðung, og hann sagðist það var góða minninga frá Íslandi, og ég sagði að ég væri þarna náttúrulega, svo ég tæki eftir því að það var fulltrúar umhverfisráðuneyta Evrópuríkja sem væri á þessum fundi, en ég var frá utanríkisráðuneytinu. Það var vegna þess að íslensk orkustefna væri sjálfbær og að stefna okkar í nýtingu náttúruauðlinda væri sjálfbær, og þess vegna væri utanríkisráðuneyti náttúrulega vinna á sviði sjálfbæra þróunar, og við sættum fundi það, hvort sem það væri með fyrir orkumála eða fiskveiða, og hann sagði já, það veit allir svaraði þess, og já, það veit allir sjálfbæra fiskveiðistefnu Íslendinga, og ég svo sem veit að stundum er þetta erfitt fyrir okkur, en við reynum allavega. Og þá horfði ég á hann og sagði já, þess vegna erum við í hvalveiðum. Það snar þagnaði og svona, svo sagði hann eftir svona 5 mínútur, já, það er náttúrulega að hagnast á hvaláskoðun. Já, gróðasjónarminnið, já. En sko, ég sjálfur sér skil alveg, ég hefði þá hlutverk þá að verja íslenska stefnu í hvalveiðimálum, og ég er svo sem mér finnst hvalveiði í lífríkinu. Já, það var rökin sem ég notaði var náttúrulega, það mætti ekki leyfa einni tegund hvala að vaða yfir aðrar. Ég ætla ekki að leyfa þér að fara með umræðina í hvalveiðar. Það er Kína. Nú er til dæmis hægt að segja sér svo að þessi sjónarmið Trump, að hann verði að bæta samskipti við Rússland. Þannig að það megi ekki gerast, og það sé andstætt hagsmunum Bandaríkjanna, að Rússland sé hrakið í fangið á Kína, og það verði þar bandalag, því að óskandstæðingur Bandaríkjanna er Kína. Og það sé óhjákvæmilegt að næstu ár og áratugi að það mun einkennast á átöku þar á milli. Einhverju leyti tala Bandaríkjamenn sig inn á það að Kína gæti breytt úr sér á Kínahafi og
og víðar, tekið Tævan, Kína á landamæri að ég var ekki 14 lönd eða eitthvað. Og þar eru víða hérna gamlar erjur á milli Víetnam og Kína og Indlands og Kína og þannig það ekki alveg þannig að Kína hefur alltaf farið með friði gagnvart nágrönnum sínum. Þó að það sé kannski ekki dæmi að þeir hafa farið með miklum ófriði og engilsaksarnir. Hvernig horfir þetta við Kínverjum og ég bendi líka á að NATO var að opna skrifstofu í Japan og það er svo NATO sé á leiðinni til hérna Asíu til þess að gæta hagsmuna Bandaríkjanna? Já, ég held að Kínverjum finnist þetta í rauninni dálítið hlægilegt. Hlægilegt? Vegna þess að hérna, vissilega ég er ekki viss að það sé rétt að Trump sé mikið á móti Kínverjum per se. Það er hérna, þeir eru að byrja að selja þessar örflögur eða þessar til Kínverja. Hann bara kött af því, 15% af hagnanum er ríkissjóð. Þannig að það snýst ekki það að Kínverja með ekki fá það og það er svona jafnvel byrjað að ræðum kannski flóknari og hérna flóknari flögur og svo megum við velta fyrir sig hversin hafi Kínverja ekki byggt þessar verksmiðjur hjá sér heldur og fyrir núna þegar það rátt að segja á því að reyna að leggja á þau einelti að þá voru þau mjög sátti við það og styrtu að Tævan væru með þróustu örflugversmiðju í heimi og hversan í ósköpunum ættu að vera hrifnir af því þegar þeir myndu ætla að ráðast á Tævan þannig að ég er ekki vissum að Trump sé raunverulega einlægur í þessu en eins og það afstæða stjórnmálastéttanar í Bandaríkjunum að þú verður að hafa óvinn og sá óvinnur og hvað er það sem sameinar Bandaríkin? Menn segja stundum Bandaríkin menn hafi ekki menningu og það er nú líklega ekki hægt menn ríki eða þjóðir og allt fólk hefur menningu þess vegna sem það er menn það er aðgrein fólk, menn frá dýrum þess vegna við sitjum hér við rauðaborðið það er rautt vegna þess að þú ert róttækur vendarlega en repúblíkanar er með rauðalitin þannig að litir hafa bara merkingu sem menningin ákveður í hverju landi allt við borum harfisk og það myndum einhver öðru detti í huga að bora harfisk þaðan af síður að setja smjör á hann og myndið þú setja ost á þinn harfisk býðast ágætt það er menningar allstaðar og það er búið að ákveða það að Kínverjar séu ykkur óvinir það sem sameinar Bandaríkjamenn er að US number one Bandaríkjamenn eru fremst Bandaríkjamenn eru best þeir eru fullkomnust og svo framvegis og ef þeir missa þetta vígorð, hvað er þá eftir? Það er nú eiginlega spurningin, hvernig geta þeir snúist við þessu? Kínverjar eru hættir að tala það hvenær þeir verði orðnir stærst, sem með meiri efnarsvarmlaustu en á manna teknum til verðlags, þeir eru komið fram þeir tala ekki það, þeir eru hættir að tala það. Þeir eru að reyna að halda að halda sér til hlés í þessu vegna að þeir eru núna orðnir öflugasta efnarsveldi heims en vil ég helst ekki það var að vera ræða en vil ekki vera að hérna Bandaríkjunum þykir gaman að segja því sínum þá er það bara allt í lagi það er verið stundu sagt og þá líka bara í hjúskaparrétti og annar staðar að það tóð til að deila hérna styrjaldir eða rifrildi verði ekki til þeim að séu það er tóð til í kínversku lögum þá er þegar kom upp slagsmál eða þegar og mannsmenningar og einhver slasast eða er hérna drefst vegna afleiðinga áfluga þá er spurningin aldrei hver byrjaði. Það er ekki aðalatriði þau hvernig dæmtir, heldur hver skaðaði, hver olli skaða og kínversk lög stefna því að hemla gegn ofbeldi. Það er alltaf munnhöggvast eins og við Íslendingar gera. Það er einkenni Íslendingar að við munnhöggumst en notum ekki vígvopn eða bitvopn í þeim átökum. Ekki svona síðar í tímum. Nei, ég ekki held að það sé bara vegna þess að það er svona ójafnvægi og sálarrænt ójafnvægi viðkomandi einstaklingum ekki menningunni þá höfum við ekki þessi styrjaldir, það er ekki hluta af okkur. Ekki, það sem ég er að veisa, bara ekki eftir Sturlugöld.
Já, Sturlungaöld og það voru hérna, það var dálítið nátengt Evrópu og hérna þá var líka hérna, það voru ekki margir einstaklinga, þetta voru bara erjur á milli fjölskylda. Nei, það er hérna, Kína mun ekki fara í stórstyrjöld gegn neinu ríki nema það verið beinlínis ráðist á það. Og varðandi Kínahafið, þá er Kínahafið hluti af varnarsvæði Kína í rauninni. Eftir sameiningu í Kína í eitt ríki, að þá var byggður mikil varnarveggur í norður Kína og það voru ekki hrísgrjónabændurnir í mið Kína sem byggðu það, það voru hérna þjóðflokkarnir þá sem voru að renna saman í kínverskri menningu í hérna á hveitiræktarhéruðunum í hérna rétt norður af og vestur af hérna stóru fljótunum stóru, þannig Yangtze og hérna Gulafljótsins að það var ekki beinlínis til að nota þessi varnavegg. Það var alltaf mannaður þegar ríkið var sterkt, en það var aðalega þannig að þegar hérna hirðingjarnir fyrir norðan komu til Kína, þá verður að fara í gegnum hlið á þessu vegg og þeir sáu að hann var mjög rækilega varinn og hann er mjög á enskunni segir imponerandi, hann hefur sett mjög áhrifamikill og tilkomumikill og þar fara þeir í gegnum hlið og þar er allir varningur þeirra skoðaður og aðtók hvort þeir séu með vopn og hvaða vopn það er og þeir spurt hvert þeir eru að fara og þeir fóru í gegnum landamærarhlið í rauninni og síðan þegar þeir halda leið sinni áfram og komu í höfuðborgina að þá tekið á mótið þeim vegna þess að það er búið að senda skilabóðum að það er þessi á leiðinni. Þetta er ekki til þess að berjast við hérna þessa bara fyrir norðan. Ekki til að taka toll? Já, nei, það var ekki þessu tilvíki. Það var þannig að þeir voru yfirleitt bara með einhverjar hérna, til dæmis úlfafeldi og eitthvað sem þeir bjökuðu sjálfur og það var orðið látið ganga á sko markanum í höfuðborginni að það væri hérna konir sendinemnd frá Mongóliu eða frá einhverja hérna Tíbet eða eitthvað stærra og að það skildi láta að fá hátt verð fyrir hérna það sem það væri að selja og ekki vera að taka mjög hátt verð af þeim. Það var satt og að hérna keisarahirði myndi kannski bæta fólki það ef þeir eru fyrir einhver tjón af þessu. Og það var tekið á mótið þeim fengu að hitta þjóðhöfingjan og það var sýnt mikil virðing og síðan fóru tilbaka og hættu við að ráðast á Kína. Það var yfirleitt svona. Hvernig líta þá kynir á Trump sem virðist í stefnu sinni gagnvart löndum og líka innanlands? Líta á það sem eiginlega hún er byrjað skylda til þess að nýta afl Bandaríkjanna og það aflstöðu sem hann hefur til þess að knýja á allra bestu samninga fyrir mig en ekki í sjálfum sér til þess að ýta undir frið eða góð viðskipti. Ég náttúrulega get ekki svara fyrir alla kynveri en fyrir mér og fyrir hérna flestum held ég að þetta sé nú eiginlega siðferðislegt vandamál að segja að telja það að valdið gefið rétt og hérna það sé rétt mætt og bara eigi að nota valdsyfirbörði til þess að ná fram sína. Það er í hans pólitík og það er hans afstaða. Það er margir sem falla fyrir þessu að með því að hinn sterki nota ekki vald sitt og afl og þá sé hann raunverulega veikja samfélagið. Þá er hann að gefa eftir og láta hinna veiku sem er ekki veikir af tilvílun, það er vegna þess að þeir hafa bara minna fram að færa, að þá erum við að flytja völdin og hvert við getum farið með samfélag til þeirra sem að hafa afla sér valda og áhrifa og ættu að leiða okkur til þeirra sem hafa ekki afla sér valda og áhrifa eða auðs og ættu náttúrulega aldrei að leiða okkur. Ég verði ekki að lefa mér að hérna vitna þá bara eitt bókinu veginn vegna þess að þar sem er náttúrulega hún er yfirleitt talin vera 2500 ára gömul eða svo en viskan sem þar er eldri, hún er að minnstu orðst í 3-4.000 ára gömul og ég held hún sé að jafnvel alltaf 10.000 ára gömul og þar talaðu það að þeir sem eru öflugir eða sterkir það sé raunverulega þeir sem hafi haldið sér til hlés
og það búa náttúrulega við hérna Árósanna og það eru stóru ríkin og svo framvegis. En allavega að þeir eru ekki að berast mikið á og vera með læti og þeir eigi að víkja og vera kurteisi við fólk, við þá sem eru á háu hérna, sem reykja sér hátt og svo framvegis. Kínverskt siðgæðiskerfi og konfúsísminn er með 5 grunddygðir og það eru byggðar á fjölskyldun og fjölskyldan er náttúrulega grunnun, algjör grunnur, virðing fyrir foreldrum og hlýða foreldrunum, en foreldarnir eiga að sína gott fordæmi og hérna leiða börn sín í hérna af skynsemi og ráðleggjaðum af skynsemi. Og allar dygðir kínverð, þessi grunddygðin og allar kínverðskar dygðir eru byggðar á tengslum á milli manna og milli fólks og hérna tengslun, ég ætla ekki að tala um það núna, en dygðirnar eru að hérna hafa samhygð eða byrja umhyggju fyrir náunganum og sína umhyggju og skilning fyrir fólki, renn er það kallað, og það er alltaf gagnkvæmt. Það er eins og að sjá hann eins og þú séð sjálfa þig? Já, að hérna, þú ferð ekki að gera neitt á hans, gerir ekki gagnkvæmt honum, þú gerir ekki gagnkvæmt honum sem þú vilt ekki að hann gerir gagnkvæmt þér. Það er neikvætt. Gullnareglan? Já, öfugt. Það er að segja, þú ert ekki að kenna honum að neyðan til að gera eitthvað sem þú vilt gera. Þú ert ekki að gera það. Þú ert að passa að vera ekki að þvinga hann. Ekki þvinga hann, ekki vera vond við hann. Þú ert ekki þá sem vondu við þig. Þú ert ekki að kenna honum að trúa á Guð eða svoleiðis, það kemur honum ekki við, sko. Það er bara hann vil trúa á Guð og ég trú bara eitthvað annað, sko. Þetta er kallað silfurreglan stundum hérna, og það er líka, hún er líka til í kristni og íslam, en það er að vera ekki að abbast upp á náunganrunni. Og númer 2 að það er að hérna gera það sem er rétt, siðferðislega rétt, og siðferðislega rétt að það er séð í því samhengi af fyrstu reglunni. Og öll kínversku dygðirnar, þessar 5, að þær eru gagnkvæmar. Það er ekki þannig að ég elski þig og þú elskar mig ekki, eða ég hata þig og þú hata mig ekki. Það er ekki svoleiðis. Það er að þú berð umhyggju og kærleika fyrir öðrum, þú treystir öðrum, það er 3. Og síðan er 4. þú hérna sýnir virðingu og hegðar þér kurteislega og ert ekki með yfirgang og það síðir sem sagt og síðan er að skynsemi og viska og það táknir skrifum með munni, það er að segja að þú hérna táknir fyrir munni hlutaði tákninu, það er að segja að þú ert líka að gefa fólki skynsamlega ráðleggingar og hlustar á hans ráðleggingar, líka gagnkvæmt. Nú þessar 5 dygðir, þar sem ég kemst ekki hjá því að veltaði fyrir mér hvort að Trump hafi einhver af þeim. Ég held ekki að hann hafi eina einustu af þessum, hann er alveg sama hvað þér finnst og hann ber ekki virðingu fyrir þér öðrum og bara verið vald í rauninni og hann gerir það sem honum finnst rétt og svo framvegis. Þannig að þeim finnst þetta, sko, það er ekki hægt að finnast þetta sorglegt frekar en að vera að velta þig fyrir hvernig á ég að bregðast við þessu. Nú gerir það bara að bregðast við sem er því að halda áfram að vera þú og ég er komin af, ég sagði í senasta viðtali að ég rekætti minna til presta í múðulegg alveg til aldamóti 1700 og þá er það þegar að kristna kirkjan hún byrjar að kenna fólki að læra að lesa 1750 og hérna hún kennir því að sína og aðal boðorði sem þessir þeirra tíma trúboðar eða prestadir höfðu og voru að kenna almenningi að það var góðir og að kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þetta er það sem þeir kendu og ég var alin upp við þetta viðhorf, þannig að þetta viðhorf kemur að það sem ég er mjög hallur undir það og það er sem verið að spyrja það að það verið að segja að Kínverja verði að vera í bandalagi við hérna Rússa og bandaríkjamenn náttúrulega vegna hann hugsa þetta allt í hernaðlegum tilgangi að telja að hérna það sé
náttúrulega langhættulegasta sem gæti gerst í heiminum var að Kínverjar að fara í bandalag við Rússa. En í raunin það þannig að Kínverjar ekki í bandalag við Rússa, þeir hins vegar sjá sér hag í því, hafa góð samskipti við Rússa. Þetta þeirra nágranni, þeirra bestu, lengstu landamæri í heimi og það vil svo til að Rússar eru dálítið ósanngjarnir stundum og þeir beita ofbeldi og því fremur að koma kurteislega fram við þá og hafa góðan nágranna, hafa það sem góðan nágranna. Það versta sem gæti ekki komið fyrir heiminn að Rússland myndi brotna upp og allt fyrir bál og brand. Það að versta, algjörlega versta. Það er nú ráðamenn í Eystrasaltslandunum til dæmis sem hafa sagt að það verði eina leiðin til þess að hafa frið í Evrópu að leysa upp Rússland, en ég ætla ekki að draga Nei, en ég bara minnist á Napóleónstríðið því tilviki. Nú getum við talað við kristna Bandaríkjamenn og þeir myndu þylja upp dygðir, en ég veit ekki, ef það myndu svara heiðarlega þá myndu segja það að forseti sem við völdum, hann hefur enga af þeim dygðum og þannig það oft í samfélagi. Þær dygðir sem að þú talar í Kína, hefur þeim tekist að velja sér forystu fólk sem oftast nú bara kallar sem að ná að tryggja að samfélagið sé þannig að þessar dygðir geti blómstrað á millum fólks? Það er alveg rétt hjá þér að þau eru karlar og það er mjög sterk virkaskipting í Kína á milli karla og kvenna og konur þær hafa ekki mikið áhuga því á völdum sjálfur sér sko. Það er nú billegt fyrir kallin að segja það. Já, sko, það verður stundum talað þá hvenna hreyfingin og Ingibjörg Sólrún og þessar konur Katrín og svona, ég held að það hafi nú verið einn af grunnþáttum í því að segja að ef konur stjórnuðu heiminu þá var það friðsamlegra vegna þess að þær myndu vilja ræða málin frekar en að berjast þau. Og það stafar af því, það er eðlilega náttúrulegt fyrir konur að verja fjölskyldu sína en ekki að ráðast á aðra því það skapar hættu fyrir fjölskylduna. Þetta er beinlínis líffræðilegt. Og í Kína þá það þannig að þeir sem hafa völdin að það eru æðstumenn, að þeir eru konur en eins og eru forsvarsmenn helstu fyrirtæki, einkafyrirtæki eru yfirleitt konur. Þannig að þetta er svolítið sérkennilegt sko, og þetta stafar öfugt við okkur hér, það er alltaf kona í fyrirtæki í Kaupellinni. Já, en þetta er út úr í rauninni en það er samt sko lýsir svolítið hvernig kemur ekki afneitun yfir því að konur og karlar séu mismunandi. En ég er að spyrja hvort það sé það dygðir og þau gildi sem eru innbyggðar í menninguna, hvort að þær nái að framkallast í stjórnvöldum. Stjórnvöld eru veltað fyrir mér íslensk orðinu yfir því þau eru heldtekin af æðstu stjórnvöld Kína eru heldtekin af þeirri skyldu að fara að dygðum og eru yfirleitt heldtekin af þessu, þeim tefst þetta ekki alltaf og þeir óttast mest hvað verður sagt þá í sögunni og hvað verður sagt að þeim látnum og hvaða hlutverki þeir hafi gengt. En þeir eiga við mikil vandamál vegna það er svo mikil völd í höndum ríkisins og það er ekki bara ríkið, sko, menn halda alltaf að einræðisherra stjórn í öllu, hann gerði það bara ekki neitt, hann yfirleitt fer upp á fjall og horfið langt yfir og skiptir sér ekki að málum, en maður reyna þá að stjórna í hans anda, það er svo öll Bandaríkin að það eru meir og minna að reyna að hegða sér eins og Trump og gera mannréttindaskýrslu sem er Trump örugglega skrifað, hún mun vist í anda hans hugmynda. Þannig að það er það sem fólk reynir að gera í Kína líka, að það er að þá að hegða sér í anda hans, þeirra leiðsagnar sem hann fær frá almenningi og allar ræður og allar leiðbenningar leiðtóhans að þær eru gefnar út í jafnóðum á kínversku og raunin það bara samantekt af sérfræðingafundum og fundum á bæði með sérfræðinga og svo líka með þingfulltrúum og fulltrúum á ráðgjafaþingi í Kína og svo framvegis og þegar
þegar það komið niðurstaða það hvað eigi að gera, við skulum gera þetta og við skulum gera hitt, við skulum leggja á nú til dæmis alveg ljóst að Kína getur ekki þróast áfram með því að gera vinnulaun ódýrari, það ekki hægt þeir verða að bæta lífskjör og þá verða þeir að bæta lífskjör, hvernig gera það? Jú, með tækninýjungum og þá verða þeir að ná fórustu í tækninýjungum og bæta framleiðsluna og bæta afkost. Nú er búin að kínversku þjóðinni byrja að fækka og hvað gera þeir þá? Og hún er verið eldri. Jú, það bara vill svo vel til að það er búið að finna upp tæknir með vélmennum og tölvugreind. Já, og hún gengur allt innu beintin í það að það þarf ekki til að vera bílstjórar í bílum og það sé þá hægt að vera með vélmenni sem stjórnar og það tækni sem tekur ákvarðanir og svo framvegis. Það er sér að þá byrjar að vinna að því að leysa það vandamál löngu áður en það verður vandamál og þeir borgarstjóra og þar kemur hættan borgarstjórar og yfirmenn í ríkisfyrirtækjum þeir hafa gífurleg völd leiðtoginn, æðsti leiðtogi Kína eða kínversk ríkisstjórn, hún veit ekki hvað eru ákveða innan fyrirtækisins og það getur verið að þeir bara séu að níðast á sínu starfsfólki og þeir séu að byggja sér einbýlis og svo framvegis sem hefur gerst og svo kom fyrir undanförnum 30 árum eða þar til fyrir svona 10 árum eða eitthvað þá var það tiltölulega algengt og nú er verið að þannig að þetta er eina leiðin til að sem þeir eða aðaleiðin sem það nota til að sporta gegn þessu er með kennslu, með innrætingu því öll kennsla er innræting það er kallað áróður en það er þá spurning bara hvaða orðu notar, þú ert að bóta heilan og fá fólk til að hugsa á hvern hátt og þá er að reyna að innræta því þessi gildi og sætta sig við óbreytt ástand? Nei, einmitt ekki sko, það er að sætta sig við að ástandið sé eins og dygðirnar lýsa að eigi að vera en ekki endilega óbreytt því að það er einmitt beitt gegn oft einhverjum þegar það byrja á mengunum þá var gífurleg mengun í Kína það var ekki reynt að fá almenning fyrstu viðbröð voru að fá almenning til þess að loka augunum fyrir menguninni en síðan þegar það var alveg ljóst að það gengi ekki og Bandaríkjunum voru byrjað að nota þetta sem vopn gegn Kína þeir var að menga loftið, andrúmsloftið þess núverandi leiðtoga að þá snýr hann blaðinu algjörlega við og segir við verðum að lesa þetta og við skulum ekki sætta okkur við þetta, við skulum ekki reyna einu sinni að fá það, við verðum að lesa þetta og síðan var bara það sett í gegn og nú eru Kínverjar mjög viðkvæmir fyrir mengun og eru með alls konar tæki jafnvel heima hjá sér að sjá það sé ekki mengun í eigin híbýlum, það sé ekki rík mengun í íbúðinni en þetta er eitt og svo hitt er eftirlit þannig að þeir eru með eftirlitskerfi þeirra stjórnkerfi og þetta er náttúrulega flóknara mál fara út í þetta er vandamál og það getur fellt samfélagið en það er að vera með eftirlit og það er eftirlit milli flokksritara og til dæmis borgarstjóra eða forstjóra fyrirtækis og ritaran fyrirtækis. Flokksritarinn og flokkurinn, hann fjallar svona ýmis persónuleg málefni, fjölskyldu aðstæður, velferð og slíkt og þetta á við fyrirtækjum og þetta á við í líka borgunum að þetta eru aðal þeirra málaflokkar og síðan eru borgarstjórnir mjög svipað eins og borgarstjóri hjá okkur þeir hafa meiri völd hér íslensku borgarstjóri Reykjavíkur, hann getur ekki einu sinni tekið ákvörður að leggja veg eða göng yfir í og það tegur 50 ára og þetta skiptu stjórnmálamenn og þeir eru ekki einu sinni búin að það er ekki einu sinni víst að þessi Sundabraut verði nokkuð tímann reist ég tala á reynslu, ég náttúrulega horta minn á rífastöð í 40 ár og hvar flugvöllurinn á að vera, hvernig hann á að vera og síðan hvort að eigi að taka einhverja meðvitað ákvörðum það að fólk eigi ekki að keyra til vinnunar og gera það svo erfitt að þrengja að umferði nú ekki hafa nægileg bílastæði eða gera það dýr að fólk leggja ekki bílunum sinum og halda það að þá fari menn að hegða sér svoleiðis að þau fari ekki til vinnunar í bílum. Ég veit að þú til dæmis ert ekki að keyra en sem að flestir þeir fara til vinnunar þegar er snjókoma og óveður. Þannig
að hérna, sko, þá reynt einhvern veginn að hafa áhrif á þetta og nú eru þau búin að bæta við, svo náttúrulega, hvað gerir ef þú bæði flokksritarinn og hérna borgarstjórinn ef þau eru spiltir og þeir eru báðir konum með einbýlishús og kannski 3-4 og jáfnvel eru með hérna hjákonur, að þá er hérna það þannig að þegar þau færast á millistarfa þá er á sitt hvoru línunni og þá þegar það kemur upp þennan borgarstjóra að flokksritarinn hefur lokað augunum, að þá er hann búin að missa embættið eða hann er tekinn í endurmenntun og hann hefur kennt að hegða sér skikkanlega. Þeir eru búin að bæta við 3. bakterinn og það er eftirlitsnefnd flokksins eða eftirlits kerfi þar sem ekki flokksins heldur í öllu ríkinu og þá komaði skyndilega heimsókn til fyrirtækja og til hérna stofnana og líka innan flokksins á þess að gefa boðvölda sér og þeir mega ekki þykja máltíðir. Þetta er líka vinnuöryggi. Þú ferð í skyndi heimsóknir, gerir skyndi rannsókn og við gerum stundum í öryggismálum, skyndi rannsókn á öryggismálum þannig að það sé ekki hægt að undirbúa hana og þú mátt ekki borða eða þykja neina veitingar eða gefa frá viðkomandi og hérna ef það eru vinnuslys eða ef það kemur eitthvað upp þá eru eftirlitsmennindi líka dregnir til ábyrgðar, algjörlega. Og þetta eru reyna, en svo eru meðvitað að það er ekki til eilíðar og þetta mun ekki takast til endalega. Herðu, Ragnar, ég ætla að setja komu í spjall okkur núna. Þú kemur kannski aftur og heldur að horfum að tala Kína. Já, ég svo sem hef eitt æfinn í það, þannig að það er alltaf leið að halda áfram. Já, þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ragnari og öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi fyrir að tekja viðtöl og Marí Lilju fyrir að segja með okkur fréttir, Laufeyju Líndal Ólafsdóttur og Pétur Fjellstið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að við verðum að hlusta og horfa og breytta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á eins og ég gerir stundum að þið hafi byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og þá finnur fólk okkur á Facebook eða á YouTube. Við erum líka í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á íslenskar útastöðar og þar með samstöðuna, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski að vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólki sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og byggja hann upp. Ef að þú telur að samstöðun sé mikilvæg í íslensku samfélagi þá ættir að slást í þennan hóp og tryggja það að samstöðun haldi áfram. Það er gert með því að fara inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástandur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með þetta efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni okkar sem erum að búa hér til efni og gestana sem hinga að koma og ykkur sem er að hlusta en sérstaklega þeirra sem hafa ákveðið að leggja þessu verkefni lið, hvort að okkur takist að byggja hér upp umræðuvettvang og fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til hvernig það gengur. Vonandi náum við í mark eins og sagt er. Þetta er orðið gott í bili. Hér minni á að við verðum áfram með fréttir. Við erum að þróa hér fréttaflutning klukkan 8 frá mánudegi til 50dags kvölds og á morgun er 50dagur og þá byrjum við útsetningar klukkan 8 með fréttum. Takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.